gesti. Það er mér mikil ánægja að sjá okkur hérna í Kópavoginum á þessum fundi sem að búið er að blása til húsnæðismál og mikið gaman að sjá hvað eru margir hérna og mikið áhuga á þessum málum. Við erum með 3 frumarendur og við höfum fengið Jón Inga úr Reykjavík til þess að stýra fundinum. Þetta er sameiginlegur fundur Framsóknarfélaganna í Reykjavík eða Framsóknarfélagsins í Reykjavík og Framsóknarfélaganna hérna í Kraganum, þessi Kópavogi, Garðabæ-Seltjarnarnesi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Og ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en fundarstjóra að koma á slíka fundi. Takk fyrir það, Kristi Dagur, komið sæl. Það er ánægilegt að koma hérna til ykkur að kynna þessa vinnu sem við erum búin að standa einum að byggja lengi varðandi húsnæðismál og við erum okkur ekki bara núna eftir frá við þessari hreyfingar verið eitt af okkar barndum málum að vinna aðfæði í almenna húsnæðiskerfinu í talum þetta félagslega. Það er svona renni gegn þetta er þóttið flókið efni, þetta verður að fjalla hefur fjármálamarkaðinn og ýmis hugtök þar, en engar síður atriði sem ég held að séu bara mjög horfendilega fyrir okkur og geti gefið okkur færi á því að fá hér uppkerfi sem að byggja á öðrum forsendum þar sem við erum með í dag. Bara til þess að undirstrika að við vorum með þing í október í fyrra. Við breyttum afturskipulag okkur og höldum núna þing annað hvert ár frá því að vera með ársfundi síðan árið 2001. Og þar var samþykkt all ítarleg umfjöllun húsnæðismál og það var samþykkt að það væri okkar verkefni, skrifstofunnar eða Alþýðusambandsins, að vinna því að þrýsta á stjórnvöld að breyta fyrirkomulagi húsnæðismálakerfisins og gera það til samræmis þar sem best gerist í okkar nágrannalöndum. Jafnframt að beita sig fyrir því að leigumarkaðurinn verði virkari og efldur, meðal annars með því að jafna milli vaxtabóta og húsaleigubóta, hér verði þeirra húsnæðisbætur, en jafnframt líka að þrýsta á að fá aftur okkar félagslega íbúðakerfi sem við sóknum svo mikið síðan 2002. Það sem við séum stöndum við því að skoðum þetta og reyndar fyrir árið síðan buðum við dönsku sérfræðingi að koma hingað og kynna fyrir okkur danska húsnæðiskerfi. Það kerfi byggir á því að það eru sérhæfðar lánastofnanir. Það eru almennar, það eru ekki ríkisæknar sem heita húsnæðislánastofnanir eða realkreditinstitusjónir sem mega bara stunda þá starfsemi að veita húsnæðislán og ekkert annað. Það eru sett mjög stífar skorður í lögum fyrir því með hvað hætti þau lán eru veitt. En þetta byggir svolítið á því, ekki ósvipað því sem var í húsnæðiskerfinu, að þegar fjölskylda óskar eftir láni þá gefur það út skuldabréf með veð á sinni fasteign, fer með það 80% veðsetningu hjá sér, og fer með þetta í húsnæðisstofnun. Stofnunin fer það út á markaðinn og selur þá skuldabréf, ekki með beinni tengingu við þessi fjölskyldu, heldur skuldabréf sem er með veð í húsnæðisbóti. Þess að veðtryggt húsnæðisskuldabréf sem seldur á markaðinn og fjárfesta sig að kaupa það. Og það er þessi tenging sem við teljum verið mjög áhugaverða. Ég sé það í ykkar umfjöllun og ykkar umfjöllun á þinginu með hvaða hætti komast út úr verðtryggingu. Og ástæðan fyrir því að við erum að skoða þetta það að við metum bara þetta þannig og það eru skilað okkar félagsmanna að við viljum fá fyrirkomulag sem byggir ekki lengur verðtryggingu. En að samanskapi sýndu okkar greiningar og þróun lánamarkaðarins síðast með 20 ár að við getum ekki treyst því að fá óverðtryggða vexti bara bönkum. Þeir eru svo háir. Þeir eru hærri heldur en verðtryggða vextir. Og það leysir ekki skuldavanda þjóðar að velja sér fyrirkomulag sem tryggir hærri vexti. Þá verður bara vandi meiri. Þess vegna vantar okkur fyrirkomulag sem tryggir okkur hagstæðari vexti, tryggir okkur að við getum þá farið samferðið gegnum kreppur án þess að leggja bara í þeirra á lántakenda. Og það gerist í þessu danska kerfi því að þegar skuldabréfið er selt á markaði þá verða til vextir á markaðinu. Þeir ákvarðast á markaðinu það hvaða vextir er á þessu bréfi. Ég kem að mynda því eftir af hverju við teljum það skyldavegs, en það er mjög mikilvægt að vaxtaákvörðunin hvíli ekki í höndum stjórna hvort sem er opinbera eða einkaaðila. Þannig að þær stjórnir hafa ábyrgð á því að verja eigið því að viðkomandi stofnana og verða þess vegna að taka sér einhverjum áhættuálag fyrir óvæntri þróun verðbólgu. Ef hún gerir það ekki,
þá er stjórnin ábyrgur því að stofnunin lendir í vanda. Ég nefni ekki nöfn, en við þekkjum þetta dæmi hér á Íslandi bara í dag. Og þess vegna eru stofnanir, bankar, Íbúðalánasjóður að taka vaxta álag til að verja sig fyrir áfalli framtíðar. Og út í því koma hærri vextir fyrir lántakendur. En viðskiptin sem skila sér í peningu þá til kaupendana. Íbúar kaupendur borga sér vexti og afborganir, en borga líka síðan fast vaxtaálag til að fjármagna stofnunum. Þannig að það er ekkert í vindunum í 20, 30 eða 40 ár, það er bara fast vaxtaálag á vextina á tíma lánsins. Þetta þekkjum við náttúrulega í starfsemi húsnæðisstofnunar alveg frá því hún er stofnuð upp úr 1950 og þangað til 2004 að það var tiltölulega fast álag, 40-50 púnta álag ofan á þá vexti sem var samið um lífeyrissjóð. Þetta er ekki óþekkt fyrirkomulag hjá okkur. Og síðan fara vextirnar áfram þá til fjárfestana, þannig að þeir hafa greiðsluflæði og það parar saman. Það kemur hans betur líka því eftir. En af hverju viljum við fara að binda trúss okkar við markað? Það er vegna þess að við skoðum hérna, nú er svolítið, ekki ná kæmti okkur sko, með þessi skópjar, að á þessari mynd hérna sjáum við annars vegar ávöxtunarkröfun á markaði. Þetta eru verðtryggðu bréfin, bæði íbúðabréfin hérna og húsbréfin hérna. Þetta skiptir hérna kerfi hér ekki ánum við í ári 2004. Og sjáum við hvernig verðtryggðu vextirnir fara upp þegar kemur verðbólguskot. En rauðalínan hérna, hún sýnir hins vegar ávöxtunarkröfu óverðtryggðra ríkisbréfa til 5 eða 10 ára. Það var að byrja á því árið 1992 í þjóðarsáttinni, það byrjaði ríkið að gefa út óverðtryggð skuldabréf. Það var rosalega lítið fyrst, en Friðrik Sófusson sagði, ég skulle bara venja markaðinn við, það var að læra hvernig á hann að vinna með óverðtryggð kjör í þessu verðtryggða samfélagi. Og það er athyglisvert, það er það sem okkur finnst og mér finnst vera ástæðan fyrir því að við erum tilbúin að veðja á þetta frekarsjóði að fjárfestarnir, lífeyrissjóðarnir, tryggingafélögin, þeir sem var að varsla fé í grunninn, við kallum þetta stundum frumsparnað, þeir hegða sér öðruvísi heldur en þessir aðeins sem verður með stofnanahagsmunum sjóði. Þannig að þeir stinga sig gegn verðbólgu. Þegar ekki um verðbólguskot, eins og gerðist þarna sjóði, þetta gerist nú cirka 10 ára fresti, en kannski tæktunum var að aukast óþægilega mikið hjá okkur. 2001-2002 þá kom verðbólguskot, 2006, eins og það munið, 2008-2009 náttúrulega rosalegt. En í rauninni má segja að það sé í gangi líka verðbólguskot núna, 2011 og 2012. Og alltaf þetta gerist, verðbólgan fór í 8% hérna 2008, en þá gerðu lífeyrissjóðir ekki ráð fyrir því að það er 80% verðbólga í 10-20 ár. Þannig að þið sjáðu að rauðalínan, hún hækkaði vissulega. Verðbólguvæntingarnir voru þarna að hækka strax vorið 2008, en fór ekki sömu hæðir. Það er þetta atriði sem að ég segi, þarna sjáum við lausnina á verðtryggingavandanum. Nú bara hættum við að taka verðtryggð lán og förum að byggja lánum okkar á einhverju svona fyrirkomulagi því að, og með þá huga að fá fasta vexti vegna þess að, sko sjáðu hérna, þetta hérna eru súlurnar sem sýna ávöxtunarkröfu og ríkisbréfum á verðbréfamarkaðinum í dag. Og 3,5 árs vextirnir eru sem sagt, þetta er óverðtryggð lán, eru hérna rúmlega 4%, 6 ára bréfin er í 5,5, 10 ára bréfin er í rúmlega 6 og 19 ára bréfin er í 6,8. Það verður bara mjög formulegt að við getum fengið húsnæðisvexti fasta í 20 ár með 6,8%. En hvað er nokkað að bjóða okkur? Það er bara mjög athyglisvert að sjá það sko, að þeir eru að bjóða okkur 7-8% til 3-5 ára. Og hvað gerist þér eftir 3-5 ár þegar verður breyting og við náum ekki tökum verðbólgu? Verður hækka vextina. Þeir eru hér að taka vaxtaálag upp á 1,53% með það markaði. Þess vegna segjum við, treystum frekar á markaði, í hann mun hjálpa okkur betur. Þannig að gera byggja sér á því að stofnunin sem veitir lán, hún var ekkert annað að gera. Íbúðar takendur mega greiða upp lánin sín hvernig sem er, með stöðu lánsins eins og í stofnuninni, eða kaupa skuldabréf á markaðinum ef það er minna virði þar. Ef vextir hækka á markaði, þá lækkar engi bréfan á markaðinum. Þá megum við kaupa bréfan á markaði fyrir 80% og leggja það inn í stofnunina sem greiðslu fyrir 100% og fá lækkunum.
Í húsbréfakerfinu þá máttum við þola afföllin þegar bréf voru gefin út, en við máttum ekki leggja inn bréf í húsnæðiskerfinu. Það var krafa húsnæðiskerfisins að það væri bara fjárfestar sem högnuðust á afföllum en ekki lántakendur. Það var bara galið. Það var sleppt neytendaþætti frumvarpsins þegar það var sett fram þá. En fjárfestarnir eru að þeir geta ekki krafist uppgreiðslu. Ef þeir kaupa svona skuldabréf, þá eru þeir bara skuldabréf. Þeir verða að selja það á markaði, en þeir geta ekki krafið skuldarann endurgreiðslu. Greiðslu það sem það er alltaf parað saman, þannig að þetta er kerfið sem hangir saman og það er ljóst að endurfjármögnunin er á kostnað lántakandans. Hann er endurfjármögnunin sem hann fær lægri vexti eða lækkar skuldarnir sínar, þannig að kostnaðurinn verður þess sem hann nýtur hagræðisins á endurfjármögnuninni. Og það er byggt á því að vera með persónulega ábyrgðir á lánum. Ég veit að hljóma mjög vel að það var svona lyklafraumum, hann geta bara hætti og skila lyklunum. En það er bara eitt sem gerist í slíku kerfi, menn lána bara 50%, 55%. Og svo hækkar með vextina. Þannig að ef við tökum upp kerfi þar sem við fellum með persónulega ábyrgðir, þá verður það bara einfaldlega að spara fyrir helmingi kaupa íbúðarhús. Það er ekki flókið. Þess vegna segjum við bara förum svolítið varlega í þetta, þannig að þetta er ákvörðun það að fólk á millitekjum geta ekki keypt sér húsnæði. Og þetta er bara val, en við segjum alltaf förum varlega í valið, vegna þess að það felur í sér líka mikla ábyrgð. En við þarf að gera kröfu til þess að það sé jafnvægi milli eigna og skulda, að það sé þannig að stofnunin má taka útlán áhættu, hún alltaf er að veita lán, en hún má ekki taka áhættu varðandi misvægi lánstíma, ekki með ólíka vexti, ekki með gjaldmiðla áhættu, ekki neina vogun eða slíkt, ekki endurfjármögnun áhættu, ekki uppgreiðslu áhættu, og það er lagt upp um það að það sé ekki lagalega áhætta varðandi grunnkerfisins. Og hvað erum við búin að gera hérna? Í hvað stöður íbúðarhús þetta fyrir dag? Það var allir þessi þættir hérna sem er megin rökstudd fyrir því að vera með sérhæfðar stofnanir sem ekki taki áhættu, tók við áhættu með í lögunum frá 2004. Og íbúðarhússjóður er bara einhvern veginn gjaldþrota og ábyrgð ríkisins. En þegar það gerist hjá þig, þegar stofnun, hvort sem er opinber eða almenn, þá dregur hún lántakandann með sér í fallinu. Það sem skiptir okkur máli sem lántakendur að það sé traust á stofnanir sem veita okkur lán. Því ef hún lendir í vanda, þá dregur hún okkur með sér í vanda. Það er alltaf þannig. Það sem skiptir að máli fyrir okkur að hafa skoðun á því, hvernig það verður. En það sem veldur því að vextinni lækka, að vextinni verði hagstæðir, auðvitað vegna þess að það verður að veita þá eitthvað öryggi, að fjárfestar hafi eitthvað öryggi því að gera peningar sem þarna. Það felst í þessum veðum, fasteignarveðum. Það felst í því, og kemur betur á því eftir að þeir fjármagnadarnir með félagslega húsnæðiskerfi er svona lánum, en veita ríkisábyrgð eða sveitarfélagaábyrgð fyrir hluta lánanna. Það felst í því að stofnunin að lágmarki 8% eigið fé, það er öryggi því. Og síðan geta verið viðbótartryggingar þegar stofnunin að gefa út svokölluð sértryggð skuldabréf, þá geta þau gefið út áhættufé til að veita viðbótartryggingar. Það lækkar vexti, út af þessu verður ykkur afleiða sem þeir græða á. Og reyndar er það partur af danska húsnæðiskerfinu sem er í mestu vanda í dag. Það er afleiðu hugsunin. Kannski ekki fjarrir okkur þess að ekki sagt að allar þessar nýjungar, þessi fjármálaverkfræði strandaði líka í Danmörku á sig hér og víðar í heiminum. Gamla, robust kerfið sem var byggt á að því að stofna samlög. Þannig var kerfið til 1798. Það voru lántakenda samlög. Ég er á fundi maður í ríki á þetta. Þetta er einfallega bara, það er engin fjárfestir tap á þessum bréfum í 200 ár. Já, það er þetta styrkleikamerki. Þetta er með hæstmættu skuldabréfum í heimi. Allir því hér í fjármálakreppunni, í evrukreppunni, þá leituðu fjárfestar meira í dönsku húsnæðisbréfum heldur í þýska og danska ríki. Það var meiri velta með húsnæðisbréf í Danmörku heldur var með þýsku skuldabréfum. Þetta byggir á gagnsæi, þetta byggir á seljanleika og þetta gerði verkum að öllum uppgreiðslum endurgreiðslum er alltaf beint yfir markaði. Þannig að ég að borga lánum mér, þá fer ég á markað og kaupir, þá verður velta. Og það er veltan á markaði sem veldur því að vextirnir verða hagstæðir. Við teljum einfaldlega í þessu sé bara ávinningur, og ávinningur sé sá að við gætum þarna verið að fá fasta nafnvexti til lengri tíma. Vafalaust munum við gerum við hægt valið skemmri vexti eða lengri vexti. Í Danmörku er þetta 75% af lánunum með vexti til árs í senn.
það er mikið sveifla í því, en þeir eru alltaf lægri á langtímavexti. Það sem lántakendur verða að passa sig á að greiðslumiðlun geti tvöfaldast, en verður samt alltaf lægri heldur en þeir taka 30 ára vextina. Því það kostar að kaupa sér öryggi og borga meira. En þeir sem hins vegar tóku lánið á einhverjum vöxtum og breyttu þessi lífstíl og fóru að eyða meira í eitthvað annað, þeir alltaf lenti í greiðsluvanda þegar vextinni voru 2%. Það er bara að borga 3,5% alltaf, þá er ekkert lent í þessu vanda, en þetta bara meira. En við teljum að í þessu liggi hins vegar bæði svona gagnsærri vaxtamyndun líkur á því að fáum það hagstæðari vexti heldur en bankarnir að veita okkur. Ég held að Íbúðalánasjóður sé alveg sama vanda, en hann er búinn að fá heimildar að gera þetta, en byggt á hans stöðu og hans álögum, þá þyrftu vextinu þar að vera yfir 9%. Það er bara, hann bara getur ekki keppt við 7,7 með 9% nú. Við 7,7 verður alltaf hálft líka, þannig að það sem er ekkert að gerast, og það sem er að gerast í þessu er að mínum að þið bara uppleika nýju forsendubresti 2015-16. Frostum svolítið var skrifum þetta, en það er bara ljóst að ef við höfum svona áfram, það verður bara nýr vandi þá, ef við náðum ekki tökum á grunni. En þetta er að mínum að þið raunhafa valkostu öllri. Við höfum verið að verja verðtryggðakerfið, einfaldlega vegna þess að það voru lægri vextir. Svo ömurlegt sem það kerfið er. Því það er ekki betra að velja þessi annað kerfi og hafa það ömurlegra. En hér sjáum við leið sem við getum þá þar út úr þessu og þá fáum við líka það sem skiptir kannski mestu máli, réttlátari dreifingu byrðarinnar þegar það verður áfall. Og ég vil þetta segja alltaf þegar það verður áfall, það er ekkert en það getur því að lána á 7,7% vextum eins og það er bjóðið í dag. Svona kerfi getur kannski verið með, þetta er ekki ríkistryggt, þannig að þetta getur verið kannski kringum 7%. Meðal fjölskylda með 610.000 tekjur á mánuði fær ekki greiðslum að það er að kaupa sér hérna 4 herbergi. Greiðslubyrðin á 7% vöxtum er svo há að það fær ekki greiðslum í banka. Þess vegna þyrfti svona kerfi að vera, og ég skrifaði greinu það síðustu helgi, að vera áfram með því fyrirkomulagi að við tökum lán fyrir hluta vaxtanna framan af til að greiðslujafna lánið meira heldur þessu nemur jafngreiðslu aðferðinni sem þekkt er. Ef vexti farin í 5%, þá getur nefnir þess að borga það á láni án þess að verða einhverja sérstakka dreifing. Og þetta bara fylgir krónunni og það að velja hana áfram þýðir að vexti verða háir. Við erum bara að prófa það í næstu 100 ár. Við erum ekkert að blekja ykkur með það. Það getur verið með að telja það skynsaleg. Ég tel það ekki verið. En það verða háir. En það er svolítið aðteklisvert að bæði IMF eða AGS hérna á Íslandi og Moody's og fleiri telja hins vegar að danska húsnæðislánakerfið styðji við stöðugleikann. Ef að krónan væri svona stabill. Einfaldlega vegna þess að það eru, þegar lántakendur eru að hegða sér að fá alltaf lágmörkun á vextina, þá er verið að styðja stefnu Seðlabankans í því að ná tökum á peningamarkaði. Það er þetta mjög gott í sjálfu sér. Þetta sem þetta varðandi þetta almenna húsnæðiskerfi sem við teljum mjög brýnt. Eftir að við héldum þessa kynningu fyrir árið síðan, þá mætti þetta engin stjórnmálamaður á fundin til að kynninguna, þá ákveðum við okkur, þetta dugar ekki. Okkur tókst að komast inn í umræðuna og benda á fyrir hluti, og svo gerist það svo í Íslandi, einhverja daga eða viku, og svo gerist eitthvað annað í fjölmiðlum og athygli fór eitthvað annað. Og ekki gerist. Það endar með því að við bara tókum löggjöfina og þýddum hana. Þýddum bara alla lagafólkin, með greinargerðinni, aðlögum hana að íslenskri lagahefð í gegnum gjaldþrotalögin og þinglýsingalögin og fleira. Þetta er ekkert bara vinna mikið með fjármálalöggjöfina, hún er þetta bara, það kunna það einhverju betur en við. En við ákvæðum bara út af þetta, svona getur þetta gengið upp allir pakkinn, vegna þess að húsbröðkerfið, þá tókum við bara hluta. Það skildu eftir hagsmunum neytenda. Við viljum fá alla pakka. Já, allt kerfið í Danmörku gengur upp, ekki bara hluti þess. En við hefum líka verið að skoða í leiðinu, að ekkert eitthvað meðalfjölskylda getur gert í 7% vöxtum. Það var ekki velta mikið fyrir því hvað lágtekjufjölskylda getur gert, hún er bara dæmt út í horni. Og þá sá vandi búinn að vera býsna lengi sjálf. Við teljum að það sé mikilvægt að þjóðin sameinist það að það sé markmið að hér sé nægilegt framboð af félagslegu íbúðarhúsnæði fyrir tekjulágar fjölskyldur. Að það sé gert á þeim grundvelli að húsnæðið sé í samræmi við okkar félagslegu markmið sem er að lágtekjufólk sé ekki að nota mikið meira en 15 tekna sinna til að greiða húsnæði. Ekkert öðru sem heldur en lágtekjufólkið við.
Það getur ekki gert á markaðslega forsökum. Markaður leysir þetta ekki fyrir okkur. Það er félagslega lausn. Við viljum að þetta sé þetta gert með því að við séum í félagslega blöndun í hverfum, ekki vera að byggja upp einhverja verkamannadeildir og þetta sé fyrir svona tiltölulega breiðan hóp, en engu síður lágtekjuhópa. Bara á Íslandi, sko, þá ekki nema 20% húsnæðismarkaðarins í leigu. Í heildinni. Í nágrannlöndum leigumarkaðurinn upp undir 50% af húsnæðismarkaðarins. Þannig að hér eignamyndunarkerfið allsráðandi. Ég held að sé að hluta til vegna þeirra miklu sveiflurnar sem verða hér í efnahagslífinu, að þegar menn hafa reynt að stofna fasteignafélög, skiptir engu máli hvort það er íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði, þá fara þau reglulega á hausinn, eins og gerðist 2008. Því að þó að við getum bara að líða með neikvætt eigið fé, þegar við höfum greiðslugetu og lánstíma til að ráða við þá stöðu, en fyrirtæki meira þetta, þau eru bara tæknilega gjaldþrota. Daginn sem að forsendubresturinn verður, gengisbreytingin, þá hækka lánin og eignirnar lækka, þá fyrirtæki gjaldþrota. Það má ekki halda áfram, við erum að stoppa starfsemi. Það gerðist hérna í öllum fasteignafélögum árið 2008 og 2009. En sjáum þið, ef við skoðum hérna á 2004, þetta með þess að lágtekjuhlutfall eftir húsnæðistegund. Lágtekjuhlutfall er þess að sá hluti í borgaranna sem með tekjur undir 60% af með viðgildinu. Þetta er svona lægsti tekjuöndi. Og sjáum þið að það er mjög lágt hlutfall eiganda eða þeirra sem leigja frítt í lágtekjuhlutfallinu. En sjáum við þá sem eru hérna á leigumarkaði. Þeir voru fyrir hrun og meira eftir hrun í mjög miklu vanda. Það er sko 20%, 15–18% þar. Ef við skoðum þetta eftir hérna samsetningu, þar sem húsnæðiskostnaðurinn er mjög þungbyrði, einstæðir foreldrar eru 45%, hjón með börn eru 35–40%, og meðan einhleypir og hjón án barna eru með miklu minni vanda. Þannig að við erum að reyna átt okkur að því hvað liggur þessi vandi, sko. Ef við skoðum þetta eftir tekju 50-sjóði, þá sjáum við að sá sem einstaklega í fyrsta 50, lægsta tekjuöndunum, þar þessi húsnæðisvandi sem í, sko, verulega í þínum. Þetta er ekki bara þungt, þetta er sko verulega þungt. Sjáu þið, þetta á bilinu 25 og yfir 30% og það fer vaxandi hér fram til 2011. Á meðan að þeir sem eru hærri á bilinu 5–10% og í tekju hæstaendarum vel innan við 5%. Þannig að vandi í húsnæðismálum er fátækjafólkið. Og ég kem hans betur að því, ef við skoðum skýrslu Seðlabankans, þá kemur það fram að greiðsluvandi þjóðar er hjá þeim hluta þjóðarinnar sem fyrir neðan meðaltal. Það teljum við með 40–45% eða 25% ef við tekum hérna þessar tvo neðstu þjóðunga sem í talsvert miklum greiðsluvanda. Og meira tekjuhærri í þjóðarinnar bara einhvern í miklu minni greiðsluvanda. En það er svolítið athyglisvert að Seðlabankinn skoðuði líka skuldavanda. Og hver þessu hugtök? Jú, greiðsluvandi eru þeir sem get ekki borgað á húsnæðisskuldunum sínum umfram einhvern neysluviðmið. Allir við saman neysluviðmiðin og síðan getur við borgað á lánunniðinum. Og meðan skuldavandinn var það þeir sem voru með neikvæða eiginfjárstöðu í húsnæðinu bara. Það var ekki að horfa á bíla og jeppa á dóttíðinu. Bara húsnæði. Húsnæðislán á móti íbúðinu. Þá sjáum við að lægsti tekjufjórðungurinn í bara mjög litlu skuldavanda. Kannski getum við sagt að skuldavandi fátækjafólksins fólk til því að það mátti ekki taka skuldir. Það fekk ekki greiðsluvand. Það mátti ekki kaupa. Það er á leigumarkaði eins og meira. Á meðan að ríki eða tekjuhærri endinn í miklu skuldavanda, en það mátti að taka rosalega mikið af skuldum, en hann ekki að setja eitthvað vandið að borga á skuldum. Hann ekki greiðsluvanda. Hann stendur undir skuldunum með tekjunum. Þá séum við, ok, við ætlum að fara að nota peninga í samfélagsins, þannig að maður gerir eitthvað í málunum, hvað er það að byrja niður? Ég ger bara grein fyrir því að flokkurinn ekki með stefnu það að það að taka niður skuldir þeirra. Og Seðlabankinn þetta sýndi fram á það, ekki með úrtaki, heldur öllu skuldur landsmanna, að 65% af aðgerðinni mun leggjast þeim tekjuhærri enda í vil. Af þessum 260 milljónir sem þetta kostar. Ég veit ekki, mér finnst þetta alveg merkilegt að vera að hjálpa þeim sem ekki vanda, en hvað ætlum við að gera við þá sem get ekki og eigi ekki til nýs og skeiðar?
þeirra sem geta ekki alveg börnin sín með eðlilegum hætti og veit þeim sem tækifæri hinn. Og við segjum, gott og vel, það er alltaf okkar krafa að það verði gert eitthvað fyrir þennan hóp. Og það viljum við gera með því að gera þess að Danir gera, að það verði þannig að við stofnkostnað félagslegra húsnæðis, þá verði lítið afmarkað fé eða framlag íbúanna, 2%, að tryggja herbergi íbúa eftir 500.000. Það er minna sem nefnur 3 mánaða ábyrgðinni. Það er ekki að leigja nema leggja fram 3 mánaða bankábyrgð. Sveitarfélög leggja fram 14%. Það gæti verið til dæmis lóðaverð, gatnagerðargjöld. Það er ekki endilega útlæðir peningaskilji, það er sveitarfélög leggja fram stofnkostnaðar styrk og síðan verður veitt lán til þess að kerfi sem ekki sá það. Það er 84%. En það veita sveitarfélögin ábyrgðir umfram 65%. Það er vegna þess að hópurinn hefur greiðslulega sér illa staddur og veðið er hærra, 84, og markaðurinn Danmörku segir gott og vel, með þessari sveitarfélag ábyrgð, þá fer þetta inn í kerfið og þeir hafa ekki tapað á því. Heldur ekki sveitarfélag, þetta gengur alveg upp, en öryggi fjárfestana er það. Þeir þurfa ekki að leggja álag, skiljið þið. En til þess að ná niður leigunni, því það er hagskiptu máli fyrir íbúana, þá setja þeir hámark á þann hluta leiguna sem er fjármagnskostnaður, sem er þetta langstærsti hlutaríkis. Það má ekki vera hærri sem nefnir 3,4% af stofnkostnaði íbúarinnar. Bara til að nefna það hérna, ég held að félagsbústaðir Reykjavíkur noti tæplega 6%. Þið sjá bara munin. Þar sem að þessi greiðsla, þið kallar hann íbúagreiðsla, að hún hækkar síðan á hverju ári sem nemur 3/4 af breytingu vísitölu neysluverðs. Þannig að það þak á hækkun líka yfir tíma. Þannig að verðgildi þá getum við sagt að þetta hækkar minna eins og nemur verðlag. Þegar maður er með fasta rekstrarhengslaðar, þá veldur þetta því að framlag ríkisins minnkar á hverju ári. En þetta er gert eins og með skuldbindandi samningi. Þannig að þeir eru enda með byggingarsamvinnufélög. Það er ekki sveitarfélög sjálfur reka þetta, þau halda utan um það. En það eru sjálfstæð byggingarsamvinnufélög sem reka þetta. Og þau fá samning til loka lánstímans framlag ríkisins sem er styrkurinn á móti til að niðurgreiða þessa leigu. Það er mikilvægt. Það er þá ríkið sem veitir styrki þetta til að lækka kostnað leigunar. Alveg sama skap eins og við veitum vaxtabætur fyrir verðlegt húsnæði. Þegar er búið að greiða upp lánin, ég ætla að segja að mynda þessu hérna, af því að þið séu á þennan rauðaflöktin, þetta er sem íbúðgreiðsla, hún hækkar hverju ári sem nemur hluta af verðbólgunni og einu hlutur er þess að framlag ríkisins sem minnkar á hverju ári. Eftir 35 ár, eftir 35 ára lán, þá er leigan öll orðin hrein eignamyndun hjá félaginu og þá skiptist hún. 1/3 fer til þess að fjármagna nýjar íbúðir, 1/3 fer í því viðhald á þessu íbúð, þetta er 34 ára gamalt, og 1/3 fer til þess að byggingarsamvinnufélagi geti tekið þátt í að fjölga íbúðir. Í Danmörku er félagslega íbúðakerfið að meginhluta sjálfbært. Að leiga af eldri íbúðum dugar til þess að fjármagna og niðurgreiða nýjar íbúðir. Ég ger rosalega gott að við ekki með þá verkamannabústaðakerfið með 11.000 íbúðir. En í dag á Íslandi eru tæplega 4.000 félagslegar íbúðir, en með þetta greiðslumat sem var að sýna ykkur áðan og mat Hagstofu og Seðlabanka, þá þyrfti að vera 25.000. Það eru 20.000 manns sem eru kerfisbundnir í vanda, eldri borgarar, námsmenn, einstæðir foreldrar og fólk á ósköp venjulegri vinnu en láta ekki fólk. Og hvað gerum við? Við flokkum þetta allt sem félagsleg case. Það verður til fæll í sveitarfélaginu og þú voru að mæta og berstrípa þig og fá okkur einhver með við mismunandi aðstæður það að fá félagslega. Og þetta er bara ömurlegt. Að fólk sem býr í venjulegri aðstæður þurfum að láta flokka sig sem félagslegt vandamál í svona daglega starfi. Þetta gengur ekki, að mínum að. Og ef við berum saman hérna markaðsleiguna, ég tók hérna Reykjavík sjáðu, hún er bara 155.000 á meðaltali, 178.000 í 101 og aðeins lægra hérna út í hverfinu Reykjavíkur. Ég tók Kragan með líka, það er aðeins lægra þar, það tók ekki mikið 142 held ég að sé, og svo tók ég landsbyggðina upp á 100.000, allir Akureyri sé ekki svona 120 og síðan minni sveitarfélög kannski 80. Þetta er svona auðvitað mikil breytt í þessu. En ef þetta kerfi er framkvæmt á Íslandi,
þá myndi leiga í svona íbúð, þetta Reykjavík í 90.000. Það minni munar á landsbyggðinni vegna þess að það meðlega lægra markaðsverð það, sko. En græna svona sýnir þetta þá prósentuna. Hér Reykjavík þetta 40% hækkun á leiguverði, á meðan að það verður 30% af landsbyggðinni. En það sem meira ef við skoðum þetta hérna sjáum þið, þessi leiga þetta fólk að borga sig. Þannig að sko, til þess að fá framlag Reykjavík að borga, sem stendur sem mjög vel og Kópavogur líka, þetta eru öflugustu sveitarfélög með félagslega ábyrgð, engu að síður. Leiga upp á 140-150.000, það grunnleigan í eitthvað félagslega kerfi hérna í Kópavogi, sko. 30-40% af tekjum hérna neðri fjórðungs fólks. Bara leiga, þá er það borga rafmagn og hita. En svona kerfi, það gæti fært þetta nýr það vera 20-23%. Og þetta skiptir á rosalega miklu máli. Auðvitað þurfum við að leggja fram tekjuvottorð og við sýna fram á það við séum lágum tekjum. Öðrum leyti þurfum við ekkert að bestinga sem meira það. Það verður auðvitað hérna takmarkar afgangar sem við hefum sér í dag 4.000 íbúðir og þurfum að 25.000. Það breytir því ekki að við verðum að hefja þetta ferli og gefa á grunni. Ég tel að til dæmis með að við það við tækjum upp hérna íbúðir hérna að það myndi ef við myndum taka 300 ári, þá myndi kostnaður ríkissjóðs vaxa upp í það að vera eftir 25 ár 5 milljarðar. Ég tel reyndar að við ættum að byrja brattar, að byrja með svona 3-4 íbúðir. Þannig að það er alveg rosalega brýnt vandi núna og þegar menn ljúka þessu máli hjá umboðsmannsskuldara, þá kemur hálfskepla fólki út úr því kerfi húsnæðisins. Þannig að það er alveg rosalega brýnt vandum að framöndan, en mér finnst ekki óskaplega stór fjárhæð. Það er 5-6 milljarðar ári í svona verkefni. En auðvitað þurfum að finna leitaleg, rýmæði í pláss og það er það sem við erum tilbúin til að ræða og sjáum fyrir okkur þess vegna að þetta verður eitthvað stórum málefnum í næstu samræðurófi. Þetta voru ekki mikið verið 20 mínútur. En þetta er svona okkar sýn annars vegar á almenna kerfið og hvernig við þurfum að mæta fátæku fólki það að geta komist inn í félagslegt húsnæði. En það geti því sko að markaðslega 150, ef við fengjum vel á húsnæði bótakerfi, þá verður niðurgreiðsla fólks á meðaltekjum að vera einhver og nú er ekki svona mikið. Við getum ekki greitt niður húsnæði fyrir meðalfjölskyldur af þessu umfangi. Helt að sögum við ekki fjármunum. En það er eðlilegt að jafna milli kaup og leigu hins vegar. Það er það sem vantar hér. Því að húsnæðisleigubótakerfið er alls ekki fyrir launafólk. Lágmarkstekjur á vinnumarkaði eru of háar til að fá húsaleigubætur. Það er svona bara námsmenn, eldri borgarar og öryrkjar. Af því að almannatryggingar telst ekki tekjur í skilningi húsaleigulaga eða húsaleigubótalaga. En laun, lágmarkslaun og 200.000 skerða húsaleigubætur held ég að nánast að kaupa. Þess vegna er þetta ekki kerfi fyrir fólk á vinnumarkaði. Takk. Takk að fyrir við. Þá er bara næsta vers, Eygló Haraldóttir Björnsson. Takk fyrir, takk kærlega Gylfi. Þegar ég settist fyrst á þing þá fór ég mjög fljótt að beita mér í málefnum sem varðar húsnæðismál, skuldamál. Og minn draumur eða mín sýn að það hvernig ég ástæða fyrir því að ég hef viljað leggja svo mikla áherslu á þetta. En það að ég kannski vonast til þess að þegar dætur mínar, 6 og 12 ára, að þegar þær standa frammi fyrir því, upp úr 20, að fara að flytja heimann, mömmu og pappa, að þá hafi þær raunverulegt val. Þær hafi val öruggt húsnæði, þær hafi val það hvort þær vilja leigja eða hugsanlega kaupa. Og eins og þegar ég hef horft yfir íslenska húsnæðismarkaðinn, þá tel ég að það val ekki til staðar. Nákvæmlega eins og Gylfi var hér að fara í gegnum. Og í vinnu sem ég hef ég hef setið fyrir þingflokkinn í hópum nýja húsnæðisstefnu og síðan var ég skipaður formar hinnar svokölluðu verðtryggingarnefndar sem átti að koma með tillögur hvernig ætti að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi. Og
Það leiddi til þess að ég fór að kynna mér hvernig fyrirkomulega í nágrannalöndunum. Það er nefnilega oft þannig að við heyrum hluti, það er kastað fram að hlutum séu svona eða svona, en gögnin fylgja ekkert endilega með. Og ég komst í mjög áhugaverða skýrslu sem var unnin á vegum Norðurlandaráðs, sem var samantekt á húsnæðiskerfunum á Norðurlöndunum. Og við erum nú í dag með kerfi sem kannski svipar mest til Noregs. Þess að þú ert með mjög hátt hlutfall af séreign, en það hefur verið talað séreignarstefna hafi ríkt hér á Íslandi. Og kannski það síðan einna helst þá Finnar sem líkjast okkur líka einhverju leyti. Svíjar og Norðmenn hins vegar með mjög ólíkt kerfi með við okkur. Það mun lægra hlutfall af séreign, þó það hafi nú eitthvað hækkað í Danmörku á undanfarna árum. Og síðan þau með mun virkari og stærri leigumarkað og líka með meira framboð af húsnæðissamvinnufélögum, eins og var verið að nefna hér þá eins og í fyrirlestrar að skilfa. Og húsnæðiskerfi nefnilega er náttúrulega eitthvað stærsta sem hvert samfélag býr til, að varðar hvert einasta heimili. Og það er ekki auðvelt að breyta húsnæðiskerfi og það tekur langan tíma. Það væri eins og núna í dag kannski ofsalega þægilegt fyrir okkur ef við getum bara strikað yfir allt sem hefur gerst áður og byrja bara á nýju kerfi. Það kom hérna yfirlýsing sem ég held að við verðum að hlusta á frá forseta ASÍ, þar sem hann segir að Íbúðalánasjóður sé gjaldþrota. Það þýðir það að það fara að grípa til aðgerða. Það að setjast niður og það að tala við kröfuhafana ef þetta er rétt sem Gylfi að segja varðandi Íbúðalánasjóð. Endursemja kröfur á Íbúðalánasjóð. Eða láta það gjalda. Ef þetta er rétt sem hann að halda hér fram. Þetta er mjög stór orð sem komum hér fram. Í þessari vinnu líka að þá það sem ég stoppaði við það var greining á stöðu íslenskra heimila. Það var lífskjararannsókn sem var birt fyrir einhverjum mánuðum síðan frá Hagstofunni þar sem voru að bera saman stöðuna hér á Íslandi við stöðuna í nágrannalöndunum varðandi ýmsa kostnaðarliði. Og það sem er svo áhugavert þar, að því við tölum oft það að matvælaverð sé til dæmis svo hátt hérna og það mun allt lækka ef við til dæmis göngum inn í Evrópusambandið. Að það er hlutfallslega, það er kostnaður okkar við matarinnkaup mjög sambærilegur og samanburðarlegur. Ekki herra matvælaverðið, hlutfallslega af ráðstöfun að tekjum okkar. Það sama gildir síðan þegar kemur á kostnaði fyrir húsnæði. Það er hann ekki herri en í þessum samanburðarlöndum sem við viljum bera okkur saman við. Það sem við hins vegar skerum okkur úr þegar við erum að bera okkur saman við þessum löndum. Og það kemur fram í þessar greiningu að við erum víst Evrópumeistarar og þá hugsanlega heimsmeistarar í vanskilum á húsnæðislánum. Og menn fóru að velta fyrir sig hver gæti verið ástæðan fyrir þessu. Og eitt af því sem var bent á var það að hér á Íslandi þetta háa hlutfall af séreign og Íslendingar fara mun fyrr út í það að kaupa húsnæði, að fjárfesta í húsnæði og eiga yfirleitt mjög lítið eigið fé þegar þið fara út í að kaupa. Og það gerir það verkum að þegar það koma sveiflur eins og verða það í öllum löndum að þá heimilin þá verður það búin að taka við þessum áföllum. Það er einn ástæða fyrir því að ég hef lagt fram frumvarp þess efnis að við komum á skattaívilnunarkerfi fyrir húsnæðissparnað. Þannig að bæði foreldrar og ungt fólk upp að aldrinum 36 ára geta lagt til hliðar og fengið skattaafslátt til þess að eiga þá aukið eigið fé þegar þeir kaupa húsnæði í fyrsta skipti. Það er líka ástæða fyrir því að í meirihluta álitinu frá verðtryggingarnefndinni þegar við vorum að leggja til aðgerðir til þess að draga varanlega úr vægi verðtryggingar. Því að það er mitt mat eftir að hafa unnið þá vinnu að verðtryggingin sé í raun og veru hluti af vandanum. Ekki lausnin, ekki hækja, heldur hluti af vandanum. Ástæða fyrir því að við erum ekki að ná tökum á eina ástæðan þess að við höfum ekki verið að ná nægilega tökum á verðbólgunni, verðtryggingin. Að þá er það verið að leggja til tillögur annars vegar hvernig við getum tekið á verðtryggingunni en líka sem er síðan afleiðingin af því nákvæmlega sem kom hér fram að við þurfum þá að breyta húsnæðiskerfinu okkar.
Við þurfum að breyta húsnæðislánakerfinu okkar og við þurfum að tryggja að það sé raunverulegt val á húsnæðismarkaði á Íslandi. Og það skal enginn halda því fram að við framsóknarmenn séum að segja að þetta verði auðvelt. Við erum ekki að segja að þetta verði létt verk, en við erum að segja að þetta er verkefni sem við erum tilbúin að fara í og þetta er verkefni sem við ættum að fara í. Það er þess vegna sem við viljum hlusta á hugmyndir, hlusta á tillögur sem eru að mörgu leyti jafnvel samhljóma því sem við erum að leggja til. En við viljum heldur ekki að menn komi þá með einhverja hugmyndir og síðan séu svona spurt, er þetta bara kannski verðtryggingin í sparifötum? Er bara búið pakkin inn? Og það er áfram að halda, áfram að hvetja okkur til þess að taka lán þegar það er ekki forsölu fyrir því að taka lán. Að heimili séu þrönguð út í það að taka lán. Heldur það sem framsóknarmenn hafa alltaf sagt, og þau lesið ályktanir eftir ályktanir, það sem megin stefið í stefnu framsóknarmanna er það að við viljum tryggja fólki öruggt húsnæði. Og þess vegna erum við tilbúin að skoða öll form. Aðalatriðið til þess að öruggt húsnæði. Þú voru að segja til síðan því komin inn á. Þetta er svona komið. Það er annar punktur sem ég vildi líka koma hérna inn á. Varðar, það er tvennt, að vextir verða háir hér á Íslandi. Þessu hafna ég algjörlega. Að mínu mati eru vextir, og það er það sem hagfræðikenningarnir hafa kennt mér allan á þeim kursa sem ég hef sett inn, er það að vextir eiga að vera verð á peningum. Ef það er mikið framboð á peningum og lítil eftirspurn, þá ætti verðið að lækka, ef það er alvöru markaður. En það er eina af þeim glærum með þeir kynningu sem myndir sem ég fannst hvað áhugaverðist þar, í vinnuverkefninu nefndarinnar, var það sem var verið að sýna bilið á milli vaxta hér á Íslandi og síðan í nágrannalöndum okkar, virtist vera einhvers staðar í kringum 3,5 til 4,5% munur. Þá þurfum við að velta fyrir okkur hvernig verða vextir til. Það er eitthvað umhverfi sem skapar þessa vexti. Það er eitthvað fólk til þess að ákveður stýrivextinn, tekur ákvörðun það. Og í ítrekkuðum pistlum sem til þess Ólafur Margeirsson hefur skrifað á pressunni, að þá hefur verið að benda á það að ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna hefur myndað ákveðið gólf hér á Íslandi varðandi vexti. Þetta er of einföld og þægileg regla fyrir sjóð þar sem er að taka ákvörðun varðandi fjárfestingar að miða við. Þannig að það hefur myndað ákveðið gólf og það þurfti heilt grunn til að fara niður fyrir þetta gólf. Og í hans útreikningu hefur hann líka bent á að þetta er eina fjármagnið sem er til staðar þess að fjárfesta hér á Íslandi, að það þýðir það að fyrirtækin okkar sem er að skapa störfin, sem er að tryggja okkur mannsæmandi lífskjör hér, þau hafa ekki efni á þessum peningum. Vegna þess að arðsemi þeirra er ekki nægileg til að standa undir þessari arðsemiskröfu. Þá þurfum við að skoða hvernig getum við lagfært það, hvernig getum við breytt því. Aðalhagfræðingur Seðlabanka sagði nú nýlega á fundi með efnahags- og viðskiptanefnd. Hann teldi að þetta breyta sparnaðarleiðum sem íslensk heimili hafa. Við spörum fyrst og annars vegar með því að leggja peningum okkar í húsnæði og svo spörum við með því að með lögbundnum sparnaði í lífeyrissjóði. Það vantar frjálsari og sveigjanlegri sparnað sem er tilbúin að taka meiri áhættu og bakka fyrirtækinu og atvinnulífinu. Þetta er allt svo stór mál. Síðan líka, þegar kannski eins og hérna, að við vitum það að það er mikið rætt þessa tillögu okkar skuldaleiðréttingu. Og ég held að menn verði að horfa á hvað við erum að tala Að það ekki raunverulega forsendur fyrir þeim verðmiðum sem eru á þessum skuldum íslenska þjóðarbúsins. Það er það sem við erum að tala Við erum að tala það að það er að leiðrétta frá A til Ö. Það hefur ekki verið gert. Það er ástæða fyrir að vera að leggja áherslu á þetta í tengslum við samninga við kröfuhafa. Þetta er ástæða fyrir að vera að tala þetta í tengslum við afnám gjaldeyrishaftanna. Vegna þess að það hefur orðið verð á eignum og skuldum
sem ekki forsenda til. Það þarf að leiðrétta. Það höfum við talað í mörg ár. Og ég vona svo sannarlega við fáum tækifæri til að gera meira eftir næstu kosningar en bara að tala Takk. Við þakkum okkar glæsilega leiðtoga hér í Kraganum fyrir góð orð. En innan megin við Fossvogsstaðinn líka ekki síður glæsilegur frambjóðandi í 3. sæti Reykjavík Suður, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir Kjörsvæðis. Sælverði, það er sérstaklega ánægilegt að sjá svona marga hérna komna í dag og hérna inn á milli sig hérna í laugta fasteignasala og það sem hafa komið á fasteignamæti ríkisins og þetta mjög vel að það sé ekki bara hérna þeir sem eru kaupendur og seljendur á markaði heldur líka þeir sem að tengjast mjög náið inn í ráðgjöf og hérna upplýsingar til kaupenda og seljenda hvaða lánamöguleikar í boði. Nú, það er kannski rétt að taka fram það sem ekki vita, þá ég lögmaður starfa á stofu hérna í Kópavogi, lögmaður Hamborg 12. Ég hef verið viðloðandi fasteignamarkaðinn frá 1998 þegar ég byrjaði í lagum að undirbúa kaupsamninga á fasteignasölu og þá var þetta húsbréfakerfi í gangi og ég stofnaði fasteignasölu og þróaði leiguráðgjafarfyrirtæki sem heitir Rentus í dag sem að ég hef síðan selt en ég hef mjög mikla töluverða reynslu og þekkingu á þessum fasteignamarkaði og þessum húsnæðislánum. Þegar ég var byrjað að halda einn erindi þá fór ég og það kynnti mér mun betur þær tillögur og þær hugmyndir sem ASÍ hafði fært fram og náttúrulega vitandi það hvað Framsóknarflokkurinn hefur verið að styðja þessum málum. Og þá langar mér að fara með ykkur að byrja að fara í smá ferðalag það að þessi danska leið að við getum skýrt allt upp og nýtt og við skulum ekki slá ryki í augun með það. Þetta er bara gamla húsbréfakerfi. Förum aftur 20 ár þegar húsbréfakerfi var við lífi. Hversu margir inni keyptu sér fasteignir þá eða seldu, rétt upp henn? Ég er bara að fá að sjá. Frá 1989 til 2004 keyptu sér einhverjar fasteignir eða seldu. Okay. Þið munið vantilega eftir því að þá var þetta að taka lán það íbúðalánasjóði sem þá héti og það var yfirverð stundum á húsbréfunum og það var líka stundum aftur. Og ég man hvað það stakk mig 1998 þegar ég satt þarna sveitt í útreikningum fyrir einhverja fasteigna kaupendur og seljendur að þá var ákveðin mismunum í þessu kerfi. Það var þannig að þegar það var yfirverð á þessum öll þessu kerfi sem að Gylfi lýsti hérna að þegar það var yfirverð þá naut yfirleitt seljandi þess. Hann fékk bréfin framseldi til sín og hann fór í bankan og seldi bréfin og hann fékk yfirverð. Þegar aftur á móti að það var undirverð á þessum bréfum þá þurfti kaupandinn að gjalda seljandi fasteignanum þar sem þýddi það raunverulega eigið féð var ekki 20% heldur var það líka afföllin af þessu skuldabréfum. Þannig að hann þurfti þá kaupandi, litli fjárfestirinn minn, vera búinn að safna sér ennþá meiri fjárhæð heldur en ella. Þetta man ég að stakk mig sem mjög mikið óréttlæti og skildi aldrei sama við ykkur að ég talaði og hvar ég lenti mér og þetta var bara venjan á markaðnum. Rétt fyrir lokin á þessu samt sem áður var komið að fólk var að skipta þessu með sér í einhverjum fyrirtækjum. Þetta kerfi, gamla húsbréfakerfið, var tekið frá Danmörku og það ef við ætlum að fara að breyta aftur, svo 2004 kom bankarnir inn, við erum trúum öll á markaðshagkerfið og hægri höndina, á bláu höndina, ósynleg hönd Adam Smiths, að þá náttúrulega engar reglur og engin lög sem sett og það eru mjög fá lög og reglur sem gilda fasteignamarkaðinn. Það verið að tala misnotkun og markaðsmisnotkun á skuldabréfamarkaði og hlutabréfamarkaði og núna sérstakur saksóknari að draga þá til ábyrgðar sem hafa stundað það.
En ég leyfi mér einnig að spyrja ákveðna hluti sem verður að taka á varðandi fasteignamarkað. Það þarf skýrari lagaumgjörð. En til þess að geta komið inn og halda eitthvað erindi sem var að vera mjög opið, að þá kannski að fara í þessar hugmyndir, ég ætla að fara að segja fyrir mig hvað ég tel sem lögmaður að þurfi að horfa til ef við förum, eða þegar við förum í þessar breytingar á kerfinu. Eitt að frá því að gamla kerfi var í gildi og til dagsins í dag hefur orðið töluvert mikil breyting á neytendalöggjöfinni. Og í þessu stuttafylgista sem Gylfi kom hérna með áðan, og ég veit ekki hvort það kom nú skýrt fram, en allavega ef einhver hefur kynnt sér kerfi áður en við komum á fundin, að þá sem sagt ef að viðkomandi óskar eftir að greiða upp lánið og það komið lægri vextir, þá getur hann getur keypt bréf, hann getur líka þurft að borga svona uppgreiðslugjald svokallað. Það til dæmis með lögum neytendakaup hreinlega bannað. Þá kemur það grundvöldum minni, en í Danmörku gerir þetta svona, en á Íslandi þá, af hverju gerir þetta ekki eins? Jú, í því liggur munurinn að lögum neytendakaup, lögum neytendalán á Íslandi ganga framar við styðja rétt neytenda heldur við Danmörku. Vegna þess að á Íslandi, þar eru lán sem tryggð eru með veði fasteign sem falla undir lögum neytendalán. En í Danmörku það ekki. Og þetta sem þarf að huga að. Ég horfði líka mjög mikið til þess að í þessum tillögum, alveg eins og það var haft eftir áðan, þá megum við ekki vera að pakka verðtryggingunni í einhvern gjafapappír og nefna hana röngum nöfnum. Við skulum bara taka upp að segja hlutina eins og þeir eru. Þetta kerfi í Danmörku alls ekkert eitthvað fullkomið. Fram til ársins 2004 þurfti Íbúðalánasjóður bara ekki að afskrifa líka einustu kröfu. Ég held að vanstig sjóðs hafi verið innlega við 1% þegar þetta gamla danska kerfi var í gangi. Gamla húsbréfakerfi. Það var vísað í og vísað í tillögum og rökfærslu ASÍ inn á að það skýrsla Moody's frá 2002 minnum og alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 2007. Við gefum vantar ekki mjög mikið fyrir að skýrsla frá Moody's. Þeir gáfu Íslandi og öllum bönkunum okkar A++ í ágúst 2008. Var ekki 2008, já. Mánuði fyrir hrun, þá vorum við með toppbönkunni. En Danir hafa þrátt fyrir þetta kerfi staðið frammi fyrir miklu vandamál. Það var yfir 200% hækkun á fasteignaverði í Kaupmannahöfn. Þegar það síðan hrundi, og það hrundi, trúið ekki, það hrundi í Danmörku líka, það ekki bara Íslands eða hrundi, að það voru 20.000 fjölskyldna eða heimila sem voru tæknilega gjaldþrota, nákvæmlega eins og hérna. Og þetta svo rétt að ef við ætlum að fara að skoða þetta kerfi og við ætlum að fara að breyta, þá þýðir ekki bara að koma með plástra. Við verðum að skoða söguna og við megum ekki falla í það gryfju að þetta grasi sé alltaf grænna hinum megin. Danir hafa grátið þungum tárum yfir því hversu erfitt þetta búið að vera hjá þeim. Þar eru fjölskyldugjaldþrot og það má alveg kenna fjármálaverkfræðinum. Þeir nefna það sérstaklega í sínum skýrslum að ástæðan fyrir því var einmitt svo að þeir leyfðu á mikla greiðslujöfnun í þar að segja, það var afborgunarlausar afborganir, það var bara breyttir vextir til þess fyrstu 10 árin. Þetta eitt af því sem leiddi til þess að fasteignaverðið alltaf jókst, fleiri tóku lán, þetta skiptir fyrir hversu há lán við erum að taka, hversu hár fasteignamarkaðurinn, hversu þaninn fasteignamarkaðurinn í Íslandi í dag þegar við ætlum að fara að innleiða þetta kerfi. Hverjum við að hjálpa? Greiðsluerfiðleikaúrræðin verða nefnilega nú, og nú hefur við tækifæri til þess, að vera skýrari, þetta eru nokkur sinna áður. Greiðsluerfiðleikaúrræðin verða að liggja fyrir hjá þessum þessum húsnæðisfélögum eða húsnæðisbönkum sem ætla að fara að lána bara þá til húsnæðiskaupa, eins og Íbúðalánasjóður. Já, það krefst líka þess að það verði gerð breyting á lögum fjármálafyrirtæki þannig að það verði aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingabanka.
En greiðsluúrræðin, það verður að vera skýrt. Ætlum við að hafa heimilt á afskrift krafna, eins og Íbúðalánasjóður hefur í dag. Það í gildi sem sagt reglugerð sem segir það að ef við erum með yfirveðsetta eign og hún selst á markaði, að þá innheimta þeir ekki þessa kröfu og hún fyrnist á 5 árum eða þú getur borgað helmingina af kröfunni og þá fengið lánmöguleika sjóðnum aftur. Við verðum líka að hugsa, verður lyklafrumvarp að veruleika eða einhvers konar ákvæði af því, verður einhvers konar greiðslumat forsenda lyklafrumvarpsins, ætlum við að vera með afborgunarlaust bréf, ætlum við að vera með sérkerfi fyrir tekjulága og tekjuháa, ætlum við að vera með mismunandi fjárhæðir, Íbúðalánasjóður lánar til þess hæst í dag 20 milljónir. Þannig að þessi hlutir, þetta þarf alltaf að huga á, við höfum tækifæri til þess að því það er svo stutt síðan við lentum í þessu. Ég vissi að við erum eiginlega þar með að gleyma þessu. Það er alveg aðilar sem er að segja ykkur að hætta að tala um hrunið og nefna ekkert að það hafi raunverulega ekkert verið hrun þannig að sé það og halvast sem ég hef heyrt. En í þessum tillögum í danska kerfinu eru það ekki fasteignasalar sem meta lánshafi eignanna. Þannig heldur eru það starfsmenn þessara bankastofnana sem gera það. Og ég spyr mig það út frá heitli stétt sem að heita fasteignasalar í dag og er með lögvernda starfsheiti og sinna mikilvægum skyldum fyrir neytendur á fasteignamarkaði. Hvert verður það hlutverk þeirra? Segjum svo að það sé eign sem er verðmætt á 30 milljónir og kaupendur og seljendur koma sér saman það. Síðan erum við með fasteignamat á eigninu og við vitum það til þessu 100 eign og þessum fasteignaverð er hæst í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu eða öllu landinu. Fasteignamatið þar næri ekkert að halda í því raunverulegt söluverð á þessum eignum. Og hvernig mun matsmaður frá þessu fyrirtæki koma að meta þessa eign? Þýðir það raunverulega að kaupandinn sem ætti að taka 80% lán, kaupir íbúð á 30 milljónir og ætlar að borga út 6 milljónir, að þessi matsmaður, hann samþykkir bara íbúð til 25 milljónir. Þetta þurfum við að huga. Þetta er eitthvað sem markaðurinn ræður ekki við. Þarna þurfum við að skýra lagasetningar. Og eins og ég segi að ef við ætlum að byggja upp almennilegt kerfi hérna á Íslandi sem að er eins skothelt og hægt að þá er ekki hægt bara að horfa til Danmerkur og horfa á einhverja skýrslu frá Moody's og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og halda það að það sé allt í fína og það hafa alltaf verið leið og þeir hafa ekki tapað neinu og það sé engin heimili þar tæknilega gjaldþrota. Tíminn er búinn, ég ætla rétt bara hálfa mínútu að því ég hef skrifað okkur punkti leigumarkaðinn. Jú, það verður að vera til val, en við skulum hafa það í huga, eigum við þá að fara að gera greiðslumat af þeim sem eru leigutakar. Hátt leiguverð er útskýrt bæði af háum fjármagnskostnaði og líka áhættu við leigutakarna vegna þess að þetta er eins og síðlunda línurautin yfirleitt mjög fólk með lága tekjur. Þak á leigugreiðslu kom hérna fram hverjir eiga samvinnufélag, þessi byggingarsamvinnufélag. Gylfi talar um það að með þessari skuldaleggtingu sem Framsókn ætlar að gera, að þá ætlum við að hylla þeim sem að mest eiga og ekkert að gera fyrir þá sem minna eiga. Ég segi það sama kann að vera gert ef við erum að setja þak á leigugreiðslu eða verðum með endurgreiðslu til þessari byggingarsamvinnufélag. Og síðan þegar rætt það sem var stolt íslensku þjóðarinnar lengi á, það sem foreldrar mínir og af og amma voru ánægð með var það að þau áttu sína eignir skuldlausar þegar þau fóru á eftirlaun. Reyndar ekki pabbi og mamma, þannig þau eru tæknilega gjaldþrota, en hinir, af og amma og margir aðrir, staðan er svo að þetta létta á lífeyrissjóðskerfinu. Þetta var við erum með ungt lífeyrissjóðskerfi sem reyndar verið eiga fullt af peningum sem búa til bólum með því að kaupa hlutabréf og hvora öðrum eins og í Matador. En niðurstaðan er svo að húsnæðiskerfi eins og var byggt upp létti álögum á lífeyrissjóðana. Við erum að horfa fram á það í hruninu töpust mörg 100 milljarðar í kerfinu og hagnaður sem er að verða núna er bóluhagnaður út af því að þeir eru að kaupa og selja sín á milli og út af verðbólgunni og þetta verður að stöðva. En það er ekkert eitt atriði tekið út
og sagt að þetta er lagið, svona gerum við þetta, við tökum leið Framsóknar, við skoðum málum í kjölinn, við komum með skynsamlega lausn og við rökræðum hlutina. Við þakkum kærlega fyrir komuna. Þakka fyrir þetta, þá tökum við örstundar spurningar hér úr sal, sögum saman ákveðum. Já, fyrstur Gunnar. Björnsson. Ég vil vilja að þakka þessum líkvörðu fyrir sína framsögu. Það er eitt sem ég vildi nefna. Nú er neysluvísitalan þannig að áfengi, tóbak og húsnæðisverð er alltaf ekki. Og ef áfengi og tóbak hækkar þá skrúfar það upp lánin. Það er ekki að taka þessar vísitalu til endurskoðunar. Þannig að hann ekki allri eignamyndun. Já, næsta er við Leðan að Hafnarfjörður. Nei, sér fyrir Eiríkur, sagði öðru. Eiríkur Björnsson. Það hefur verið mikið vísast til franska útlandsmála í dag og mér finnst vant að byrja fótinn undir. Það er almennur leigumarkaður sem ég reyndi að sakna hérna á Íslandi og ég held að einmitt er viljum búa til heilstætt húsnæðiskerfi sem stertir alltaf fjölskyldur landsins eins og einhverjum eftir að benda á. Þá megum við ekki gleyma þeim þætti vegna hann spilar auðvitað inn í þess hann er að bera okkur saman við Danmörk og þá verður að hafa heildarmyndir en ekki velja einhverja posta sem við viljum og svo kannski líka þetta vorum síðasta ræðumanns að það verður vandamál í Danmörku líka, það er ég. En það sem að ég, eftir og hef reynt á eigin beinum, að það sem Danir hafa fram yfir Ísland að það er einn venjulegi varkári íbúðarkaupandi að hann getur keypt húsnæði í Danmörku á þessum öllu í voða. Það er til fólk sem er tilbúið að veðja og tekur lán á lægstu vöxtum breytirum eftir 1 ár. Og það er líka til fólk sem tekur lán sem það er ekki að borga en aðborgarna. En það er mjög margir líka sem taka lán með fastum vöxtum til 8 ára, 15 ára, upp í 30 ára og borga vextu afborganir og það er sá möguleiki til. Hérna getum við veðja, alveg endalaust, en hérna á Íslandi getur ekkert um að veðja. Hvort sem við leigja, það er það hérna húsaleigubæturnar, að þú fær ekki húsaleigubætur sem hún sé tekjulaust, en leigusamningur hann verður að vera tímasett, það verður að vera sólarlags. Þú mátt ekki vera í leigusamningi sem gildir þangað til þú drefst. Það er eitt af því sem þú ert í Danmörku ef þú tekur íbúð og leigu og stendur skilum þá hefur þú þína íbúð eins og ættir hann. En hérna er þetta húsaleigubætur þannig að það er tíma. Ef samningurinn gildir fram í tíma eða ótímasettur að þá fær ekki húsaleigubætur sem að vinnur sem ég skil ekki en hérna almennar leiguíbúðir. Takk. Takk, Sturla Jónsson. Það er eitt sem er mjög eftirvert í málflutningi, það er öllum þremur. Svo sérstaklega náttúrulega því að það er lögfræðingur þarna og svo Gylfi Arnbjörnsson, það er fyrsta spurningin til hans. Hann talaði að þetta væri eitthvað 150 skall sem gæti farið í leiguverð og þá ætti menn eftir að borga rafmagn og hita. Ég veit ekki betur en ellilífeyrisþegar og annað fólk að það er rétt að verja eitthvað 130 til 160 krónur í peningum út úr þessu kerfi. Á hverju fjandanum átti fólk að lifa? Ég bara spyrði að því þú ert nú vel yfir milljónum á mánuði. Lögfræðingurinn, hvernig að því þú ert nú í framboði og átt nú að hafa mikla þekkingu. Og sko, rétturinn okkar, það er 20 ár, núna 13. apríl, síðan neytendalánalögin voru sett. Hún er í framboði fyrir okkur þetta, hún þarf að verja okkur, hún þarf að hjálpa okkur, en hún segir okkur ekki frá þessu. Það voru öll lán, 93 sem verðum í sjálfskuldarábyrgð, þau eru óverðtryggð. Af hverju stendur hún ekki upp og segir okkur að við getum sótt starf með bankana? Hvernig er hann að verja? Þetta er skýrt og klárt í lögum. Eygló Harðardóttir, ég er búin að hafa alveg haug af fundum með hana og samtökum með hana í gegnum þetta allt síðustu 2 árin. Ég heyr hann ekki nefna þetta nokkuð staðar. Það eru að sækja rétt ykkar. Spurningin til mér allra, hvers vegna þorið ekki að segja fólkinu frá þessu? Takk Sturla, við tökum eitt í viðbóti fyrsta andurinn Þorsteinn. Já, komið sæl, ég heiti Þorsteinn Magnússon, frambjóðandi hérna í Reykjavík Norður. Ég vil þakka frumælendum fyrir
fróðleg og góð erindi og það eru tvennt sem ég langar að spyrja sérstaklega Gylfa, en ef þið viljið kommentera það líka þá er það náttúrulega besta mál varðandi vextina. Það er annars vegar það að, eins og ég skildi þá gengur þetta kerfi út á það að vextirnir verði fastir, allavega í ákveðin árafjölda. Og eitt af því sem hefur verið gagnrýnt við verðtryggða kerfið er að stýrivextir Seðlabankans skilir sér ekki nógu vel inn í til neytandans, hafa ekki næg áhrif á neyslu. Þannig að ég gæti fá komment á það hvort að það sé þá ekki vandamál eftir sem áður ef þetta kerfi verður tekið upp. Og svo hin hliðin á peningnum er með breytilega vexti. Gylfi, þú nefndir að þessi hætta væri fyrir hendi að þeir vextir gætu orðið mjög háir, miklu hærri heldur en skuldaræðu við. Ég hef lesið greinar eftir Ólaf Margeirsson sérstaklega þar sem hann hefur fært rök fyrir því að lánastofnanir muni aldrei innheimta svo háa vexti þegar muni frekar taka á sig tap á tilteknum gjalddögum meðan að verðbólgu skotgengur yfir, heldur en að það veri greiðslufall í stórum stíl hjá skuldurum. Þannig að ég myndi gjarna vilja heyra líka komment á þetta, hvort að það sé ekki frekar ólíklegt að vextirnir muni fylgja verðbólgu skotunum alveg ef þeir eru breytilegir og verðtryggðir. Takk. Takk Þorsteinn. Við erum að koma stuttsvör við því sem varum að koma upp. Já, þannig að þetta fara líka inn í innrættinu. Það má líka. Ég held að sé mjög mikið að undirstrika það að þó að húsnæðiskerfið á 1989 og gleymið því ekki að það voru tveir aðilar í nefndinni húsnæðiskerfið sem voru algjörlega á móti til að taka við. Það var þáverandi forseti Alþýðusambandsins og fulltrúi Framsóknarflokksins. Þannig að þetta var að segja ráða sem hagfræðingur að því að sé hann stóð sér svo vel. Svo Gylfi Guðmundsson. Það var vegna þess að 1989 var ekki til neitt sem hét skuldabréfamarkaður á Íslandi. Það var bara ekki til fyrirbæri. Heldur ekki hlutabréfamarkaður, það var bara ekki markaður til. En það var líka það árinu 1989 og 90 að ríkissjóður ekki var gríðarlegum halla. Lífeyrissjóðakerfið okkar var margfalt minna hlutfalli með Landsbankanum. Þá sagði minn forveri, það er skrítið að fara að taka afmarkaðan húsnæðisvanda sem var þá fjármagnaður í samstarfi við lífeyrissjóðina, það voru fastir raunvextir vissulega, en að fara að gera það af almennum efnahagsvanda með því að setja út á markað. Vextir, þegar þú setur skort á markað, þá hækkar verð til þess eru markaðir. Það gerist. Þrátt fyrir það að bæði Alþýðusambandið og Seðlabankinn og Þjóðhagsstofnun mæltu gegn þessu, þá ákvað ríkisstjórnin að gera þetta saman árið 1989. Og það fór sem er bóðum. Vextir fóru í loftinu og stjórnmálamaðurinn sem þetta Jóhannes Sigurðardóttir þorði ekki að hækka vextina á húsbréfunum þó að markaðsvextina hækkuðu. Þeir eru sófast og neitað að gefa út fleiri flokka þá er reyna að draga úr þenslu á íbúðamarkaði. Þannig að ríkisstjórnin var yndir þessi ádeilu og þá til aðfóð. Það er ekkert dansíkjörn. Það að við getum ekki keypt bréfun undirverði og lagt það inn sem á pari, það er ekki það sem gerum. Þannig í Guðnabænum að danska kerfið hefur aldrei verið innlent á Íslandi. Og það er margt af því sem Sveinbjörn var að segja sem ég held að hún þurfa bara að lesa þetta betur vegna þess að í fyrsta lagi er ekki bann í neytendalöggjöfinni hvorki íslenskri eða evrópskri fyrir uppgreiðsluálagi. Alþýðusambandið og Neytendasamtökin urðu undir á Alþingi þegar það var síðast að breyta þessu 2007 að því var hafnað að banna uppgreiðsluálag. Og það er ekki bannað uppgreiðsluálag á Íslandi. Og það er heldur ekki í samkvæmt neytendalöggjöf og kom álíka fram í Ríkisdagblaðinu bara síðast 50 dag á hálfu ESA. Þannig að það er einhver draumaheimur í gangi ef það eitthvað sem bannað sem er bara ekki bannað. En það er, í Danmörku er ekki uppgreiðsluálag húsnæðislán. Það má borga upp algjörlega orkostnaðar. Það má leggja inn bréf eða öðru undirverði á markaði. En það getur aldrei orðið yfirverð. Vegna þess að við höfum alltaf farið í bankann og borga lánið á nafnverði. Þess að það getur ekki orðið yfirverð. Það er ekki hægt. Það er engin fjárfestur sem kaupir pappir yfirverði og hann má fá greiðslu á nafnverði. Það er bara eitthvað galið. Þannig að það er bara ítrekkað. Það er þetta kerfi í Danmörku staðið sem 200 ár. En það er alveg rétt að það kom ekki til veg fyrir eignabólu. Það er ekki hlutverk lánakerfis að koma í veg fyrir eignabólusjóði. Maður veit ekki að því hvernig eignabólu er fyrir nú sprungið. Ég var eftir Íslandi að menn fóru að segja þetta er alltaf hérna, sjáðu bara Kaupmannahöfn og þessu byrju, já það er eignabólu Kaupmannahöfn.
og London og New York og allstað. Það var bara Berlín sem var ekki var, sko. Skiljið. En skoðum kerfin sem. Bandaríska húsnæðislánakerfið, íslenska húsnæðislánakerfið, spánska húsnæðislánakerfið, þau eru öll hrunin. En danska húsnæðislánakerfið er ennþá til eftir þetta hrun. Alveg svo það var eftir hrunið 1927 og gjaldfæra danska ríkisins 1811. Kerfið þau staðið þessu 200 ár, alls konar vitleysu og þessna finnst mér áhugavert. Kerfið stendur. En eignabólu glímum við öðru sér. Það er ekki að gera það í gegnum þetta lánakerfi. Ég verða það. Aðeins bara. Sko, þú bara kemur að þjóðu, sko. En aðeins er bara til að fara með hrættu, sko. Neysluvísitalan, hún vil að mæla allt, en sjáu þið, sko, á endanum eða þannig, það eru bara einstaklingar sem eiga hluti. Ef við rekjum fyrirtækinu upp, þá eiga við einstaklingar fyrirtækin og það eru allir mælikvarðar tekjur, hvort sem eru launatekjur eða fjármagnstekjur, er alltaf með raunvirði. Kaupmátturinn er laun mínus verðbólga, en þannig er það líka með vextina. Vextir er mínu verðbólga. Þess vegna hefur verðbólga áhrif á vexti, alveg svo það er áhrif á laun. Og það er þess vegna sem að verðbólgan, hvernig sem hún birtist og hvernig sem hratt það kemur fram, það hefur verðbólga áhrif á vexti, alveg svo það er áhrif á laun. Og hvort það er tóbak eða brennivín eða eitthvað, eða góðkynja verða, ég veit ekki hvað það er, ég veit ekki hvað það er eitthvað betra eða eitthvað annað hætti. En þetta er vandi okkar að verðbólga hefur áhrif á vexti, alveg svo er áhrif á laun. Við erum hins vegar mjög góðir því að mæla verðbólgu og gera það betur flesta þjóðir. Eiríkur, sættu, við vorum saman í Kaupmannahöfn á sínum tíma. Við erum með stefnuvaldi almenna leigumarkaðar að því leyti verið jafna milli vaxtabóta og húsaleigubóta og ég held að með því að fá fasta nafnvexti til 30 ára þá geti fyrirtæki haslað sig völl að vera með leigufyrirtæki. Þau alltaf fara á hausum í Íslandi út af sveiflunni í krónunni. Þannig að forsenda leigumarkaðar er að fyrirtæki geti lifað af íslenska efnahagssveiflu og fengi þá lán sem er á föstu vöxtum. Þannig ég held að það er í sjálfu sér bara byggt inn í þessu hugmynd. Og Sturla, við erum bara að segja þetta, það getur ekki borgað þessa leigu. Hvað er það að gera? Ég er búinn að kynna það fyrir þér, sko. Ég er ekki áþengisöðu. En hver er það að borga mismun? Þess vegna er ég hér, sko. Hvað segirðu? Hver er það að borga mismun? Niðurgreiðsluna. Ég tel að við gera ekki skattar okkur, sko. Já, hver er það að gera skattar? Þá fann að fá svarið, skilur við. Það var rétt, við þurfum að fá ráðstafa því sameiginlega fé sem við höfum í gera það. Varðandi eins og þetta með lagasetningarna sem þetta kallar eftir, sko. Það er einhver umræði í gangi núna um það að það sé bannað að vera með verðtryggingu samkvæmt einhverja neytendalöggjöf og midfitti og alls konar tilvísanir. Og þá kom ágætlega fram í hjá ESA að neytendalöggjöfin bara fjallar ekkert innihald lánasamninga. Nú? Nei, hún gerir það ekki neitt. Lesið það bara. Ég las þetta þegar þetta kom upp fyrir nokkrum árum og sagði bara fyrirgeðu, sko. En það getur vel verið að ef að lánastofnun blekkir sinn lántakanda, það skiptir einhver mál hvort það er verðtryggðir og óverðtryggðir vextir. Ef þú veitir vitlausar upplýsingar, getur lánastofnunin bakað sér ábyrgð því. Og þegar málaferli sem er í gangi, eru málaferli um það hvort að lánastofnunin, íbúðalánasjóður eða bankar hafi veitt viðkomandi einstaklingum rangar upplýsingar. Það snýst ekki um lögmæti verðtryggingar, það snýst um skyldu lánveitenda að upplýsa fólk rétt hlutina. Skiljið. Og ég var að vikja um það, ég sé ekki forsendum fyrir því að við notum samfélagið fyrir verkefnaðshreyfingarinnar því að slík mál verða ekki fordæmisgefandi. Þau eru alltaf háð sönnunarbyrði hvers máls fyrir sig. Og afraksturinn fer til eins aðila, ef hann vinnur það. Þess vegna get ég ekki séð það að við getum komað að slíkum málum. Varðandi hins vegar vextin og áhrif á stýrivextina. Sko, ef við viljum hafa það þannig að Seðlabankinn hafi með beinum hætti handtak á bundin okkar í formi þess að hann megi hækka vexti á þegar teknu lánum, þá er það auðvitað til að hafa. Ég mun ekki styðja það. Ég tel eðlilegt að Seðlabanki hafi möguleika því að hafa áhrif á vextina, en það á ekki að útiloka það séu með fasta vexti og ég held að Seðlabanki sé þess ekki á móti því heldur. Þannig að Seðlabanki sé þetta hagræða því að það sé eðlileg skipti í ábyrgðinni í efnahagssjóðnum. Þannig ég sé ekki í þessu og það er reyndar verið niðurstaða í erlendra sérfræðinga að lánafyrirkomulag húsnæðislána sem fer yfir markaðinn yfirlega styður við peningamálastefnuna en ekki gegn henni. Allar þessar vangaveltur um það hvort að verðtryggingin leiðir til verðbólgu, ég kannast ekki við það. Ég reyndi að eiga reynd skoðun við Óla Margeirsson, sko.
og hann að nefna eitthvað nýja þjóðum hagfræði sem ég skil ekki og ég var bara að gefast upp. Því miður sko. Ég kannast ekki við það á Íslandi, hvorki var það fyrir upptöku verðtryggingar hálfu Framsóknarflokksins 1978 að verðbólga hafi verið eitthvað sérstaklega lág þá. Þykir ekki leiðandi með ég verið áttur mér. Og ég sé ekki heldur að árunum milli til dæmis 1990 og 1999 að verðbólga hafi verið eitthvað sérstaklega há með verðtryggingu. Það var ekkert samhengi milli verðtryggingar og verðbólgu í Íslandi. Það var aldrei þetta ekki gott. Nú tíminn hlaupið frá okkur. Hann fær alltaf tvöfald meira. Egil að gera svo Egil einhver koman. Sveinbjörn. Já, við langar bara að svara sko varðandi þetta dissammeina varðandi uppgreiðsluna. Þá þetta í 16. greininni, reyndar að lána með breytilegu vöxtum. Já, skiptingin voru 16. greina A. Þannig í lögum um neytendalán og við ætlum, ef þetta kerfi verður, þá vorum við að segja að þetta eru bæði það eru valmöguleikar á breytilega vöxtum og föstu vöxtum. Það sem ég var að segja, þú veist að í dag þetta ómynd, núna eru bankarnir lánandi, ef við ætlum að gera það, þá þurfum að sína þess að þetta. Það var minn punktur í þessu. Já, það bara þegar En ég ekki næst, þannig þetta var bara innflótið þarna í þessu. Jú, ég var með... Komi, þetta aftur, það var eitthvað rólegur stutta, þú erum næstu. Nei, ég fær svörum ekki, hann tók það Það tíma. kemur þá bara næst. Næsta spurning var þessu morðingur. Myndum við ekki fara gegnum spurningar? Já, þú fara. Þú er ekki að það er Nei. Þú finnir ég. Þú er klára, það er bara mjög. Ég var bara að afbeða innbyrðis. Egil og gerðu svo vel. Þegar Gunnar spurði hérna varðandi samsetninguna með vísitöluna og ég ekkert endilega þeirra skoðunar að við eigum að fara í að breyta vísitölunum. Við höfum alltaf gert það allan að tvisvarsinnum þar sem við erum að breyta viðmiðun á vísitölunni. Þannig að þarna erum við bara með ákveðin mælikvarða. Það er í samtala bara hvernig við notum þennan mælikvarða sem við þurfum að skoða. Og það er núna komið fram frumvarp frá hagsmunasamtökunum þar sem þeir eru með kannski 35 eða 36 greinar þar sem þeir eru að reyna að sýna fram á hvað við erum búin að misnota verðtrygginguna og tengja hana við alls konar þætti í íslenskri löggjöf. Þannig að í þessum 36 greinum þá eru þeir að leggja til að setja að taka þessa vísitölu tengingu. Því að verðbólga, ef við væntum verðbólgu, ef við gerum ráð fyrir áföllunum eins og við tölum þannig, þegar áföllin verður, þegar verðbólgan hækkar, þá verður hún. Vegna þess að við erum bara að segja það að við gerum ráð fyrir því, þannig að við öll bara hækkum verðlagið. Það þurfti heila þjóðarsátt, sem ASÍ hefur vísu verið að reyna að kalla eftir núna líka, þar sem öll þjóðin tók sér saman og sagði að við ætlum bara að hætta að gera ráð fyrir því að allt muni hækka hérna og við tökum öll höndum saman. En það þarf náttúrulega líka kerfi að vera þannig að við öll öxlum sameiginlega ábyrgð á verðbólgu. Það má enginn vera stikkfrí þegar við gerum það. Síðan tek ég algjörlega undir það sem Eiríkur er að segja og það er það sem mér finnst skipta svo miklu máli að það sé þessi fjölbreytni. Að það sé ekki þannig að ég, tek mig sem dæmi, að það sé ekkert valið staðar. Heldur að maður geti farið á almenna leigumarkaðinn og maður geti flutt kannski með allra sveitafélaganna í kjördæminu mínu, þannig að bara svona áspresti og það sé ekkert mál. Það er það sem skortir hérna. Það val sem við stöndum frammi fyrir er að kaupa. Og þá þurfum við að leggja allt undir. Þannig að já, svo sannarlega, og við þurfum að tala það líka. En síðan með Sturlu, já við höfum oft rætt þetta. Við erum núna vonandi bara á næstu dögum, mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Það eftir hvernig fer á mánudaginn, vandræðstillögunni. Að þá erum við vonandi að fara að afgreiða ný lögum neytendalán og ég mun leggja þar fram tillögu bráðabirgðaákvæði flýtimeðferð á þeim málum sem varða þá framkvæmd verðtryggingarinnar á Íslandi og þannig að menn fái bara svör við þessum þáttum. Og það er líka von mín að það sé allan að þarna verið að einhver leyti að bæta úr og skýra og skerpa á þeim upplýsingum sem lánveitendur verða að veita lántökum áður en þeir taka þessi stóru ákvarðanir. Síðan Þorsteinn svo sem var ekkert sérstaklega að beina þessu hér sem hann var að spyrja, þannig að ég ætla bara að sleppa því en það kannski að koma það aftur. Já, einmitt, en ég ætla að byrja að vera mjög stöldort í mjög lög en þá
varandi til hans Gunnars að ég alveg sammála að það þurfi að endurskoða vísitölu lánshúsfjárfestingar, þetta bara það sem inni í henni, en ekki það ég tel það eins og málum háttað núna að það sé ekki að verða breyting á, það er ekkert mikil áhrif á eignamyndun, það búið að éta svo mikið upp. Eiríkur, ég var alveg sammálaður með þess að ég alveg á því að það að vera almenni leigumarkaður líka. Og Sturla sem farinn, en hann með mjög umhugað það hvort ég að verja kollega mína og það ég ekki sérstaklega að gera og svo spurði hann því af hverju ég ekki ráðlagt ykkur eða þeir sem eru í svona skuldavanda eða ágreiningu við bankastofnanir að stefna þessu fólki persónulega og ég hef tekið pro bono mál fyrir til þess að lesa fyrir vinna svo það eru þannig ákveðin ákvæði í þessu lögum en þau eru ekkert að leggja það er ekkert að bara fara og segja allt og svo bara einhver starfsmann að vera ábyrgur þetta er skaðabótaábyrgð, það er sanna tjón það er ekkert að segja fá lánið fellt niður og þessi maður er ábyrgur mér finnst þetta óábyrgur málflutningur hjá manni sem að stór hópur óannar þjóðfélagsþegnar hlustar á og ég vil bara eiga það við Sturlu. Ég myndi aldrei ráðleggja hvorki sem frambjóðandi né á atkvæðaviðum eða sem manneski eða lögmaður fólki að ráðast út í einhver svona á grundvelli einhverja lagaákvæða nema að það njóti sérfræða aðstoð sér við hlið og að þetta það er ekki nógfært fyrir sig og það þarf að leggja vinnu þá í að skoða þessa þætti og þetta er ekki bara eitthvað svona eins og hann segir að við getum bara veikvæðist að það sé eitthvað skýrt. Bara líka hvað þetta var því þetta er hluti af því sem við erum að skoða varðandi neytendalánin. Það getur verður ekki finnist þetta að vera óskaplega, það tekið mig svolítið tíma að reyna að átta mig á þessu. En neytendalán varðar einkarétt og það er þannig að það er munur á því ef þú hefur tekið við peningum, það skuldbindingar sem þú hefur þá gagnvart þínu lánveitenda versus til dæmis eins og þegar menn eru að aflétta ábyrgð á mönnum sem hafa aldrei tekið við peningum. Þannig að þetta eru mjög ólík aðstæður hjá þessum tveimur aðilum í svona einkaréttarlegu málum. Þannig að þetta er mun flóknara og það er nákvæmlega það sem Sveinbjörg, hún er bara að svara þér mjög heiðarlega hvað þessi mál varðar. Það er svo nóg að tala verðtrygginguna og þessu félagi. Takk eitthvað. Aðeins eins og að fórstu spurði þetta var vextina og þess að fullur ykkur Ólafs það að bankar telji skynsamlegt að hækka ekki vexti. Ég var ekki vel verið að þetta bankar gerir sig eitthvað til, ég hef náttúrulega ekki stóð á svona. Nei, Ég skuldbreytti mínu lánum 2004. Ég reyndi að leggja húsbréfin inn í húsnæðislánadóknum og ég hélt bara því ég bjóði Danmörk hvað mætti, og bara gegn neitun. Ég var bara að selja fríða náttúr, borga láð á fullu, svo dró Íbúðalán svo út einhvern heppinn fjárfesti sem fékk 100-kallinn fyrir 80-kallinn. En þá bauð banki mér 6% óverðtryggðarvexti. Ég sagði, já, er það fastir? Nei, það er breytileg. Og Íslandi eru vaxtabæða 3 ári mánuði sem við. Og þessi vextir í Íslandsbanka voru 28% í október 2008. Hann sá enga ástæðu til þess í október 2008 að hækka ekki vextina. Þannig að ég veit ekki alveg hvaða fyrirmynd Ólafur hefur að þessu, en sjáu þið, banki er ekki fjármálamarkaður. Banki er ekki fjárfestis. Banki er bara banki. Hann tekur lán og hann veitir lán og þessu umræðan það að bankar er að borga láni sín, hvað er gull þetta? Bankar taka lán til endurálag. Það er bara þeirra starfsemi, þeir eru ekki að bankir að reiki skuldlaus. En fjárfestar á markaði, þeir stinga sig í gegnum. Það er þessna sem við erum að leggja til danska kerfið, að því að þar verður vaxtaákvörðunin ekki hálfu banka eða stofnunar, heldur að hálfu þeirra aðila sem stinga sig þessu Ólafur að lýsa. Þannig að hann er svolítið að blanda saman fjármálamarkaði og banka. Sem er algjörlega sitt á þérmann. Það er það sem er bara pöndir. Takk fyrir, þá tökum við skilduðu spurningar úr sal, örstuð og það eru þær á þessu borði. Þannig að undan fyrir... Ég? Já. Kristín var... Ég er spáð sem þetta er nýja kerfið, hversu háu tekjumörkin.
Í félagslega Ha? Í þessu félagslega? Það hérna. Eitthvað háast tekið þar? Og hvernig fjármagna ríkið í leigukerfinu? Hvað verður nú gamla íbúðarkerfið? Þarf að breyta fleiri lögum en íbúðarlögum í þetta nýja kerfi. Og hvernig verður þetta kerfið ef að verður hugsanlega að geta komist til framkvæmd? Takk fyrir Björn Víðsson. Já, takk fyrir. Ég heiti Björn og ég þakka fyrir fjöllegan fund. Mér langar þess að spyrja ykkur varðandi kynninguna á verðtryggðu láni, þannig að ég færi að tækja verðtryggð lán. Hvað teljið þið að fylgdi mikla kynningu á þessum flóknu afleiðu viðskiptum sem það þarf að fara fram? Er það 1 blaðsíða, 30 blaðsíður eða 100 blaðsíður? Ég spyr. Takk fyrir. Já, Björn Svend. Ég ætla að spyrja hvort að ef þetta leigukerfi hvort að lífeyrissjóðirnir geti gert eitthvað í því. Byggja húsnæði eða eitthvað svoleiðis til þess að komast í gang. Takk fyrir. Þá eru bara einhver loka svör og loka komment. Ég bara byrja á Sveinbjörgu og svo Eygló og Gylfi fara að klára. Sveinbjörg, Svend. Já, varandi verðtrygging og lána þá ætlum við að spyrja það ráðgjöf sem hún fengir í bönkunum á Íbjörgu. Já. Ég held að þú getur fengið mjög ítarlegan pakka upp á 30 blaðsíður, en banki myndir reyna að selja að taka verðtryggða lánið. Og ég get ekki svarað þeim, þetta er alveg flókið. Varandi já, ég misti reyndar á nafninu á þér hérna. Mér? Já. Kristín, já. Það er kannski frekar sem Gylfa að svara því, en ég allavega bara verð fyrir, ef við svo verðum með íbúðarsjóð, þá eru kannski ekki tekjumörk, en það er hámarksverð á lánu sem eru lánuð út og hámarksverð á fasteignum sem eru lánað út í, sem að hámarksverð á fasteignum er ekki verið 50 milljarðir, þannig að þú ert búin að útiloka bara mjög mikið af sérbílum sem er lánað í. En ef að kerfið á þessu dánlegt, þá er þetta samkeppni á þessu markaði og það eru mismunandi aðilar að lána, þannig að einhverjir lána, þetta er örugglega ekki hugsað bara fyrir fólki sem er verst sett, þetta er hugsað fyrir alla. Og ég hef ekki varandi, ætla ekki að fara í svona pælingar með fjármálum ríkisins, þetta er einhver útfærsluatriði, en það þarf að breyta fullt af lögum sem að koma nálega þessu. Ég hef bara yfirbrað á einhverjum tveimur að geta í gegnum þessu íbúð. Varandi leigukerfi með, ég þarf ekki nafna þér heldur. Hver ég? Guðrún. Og aðkomu lífeyrissjóðanna, þá hef ég þessi lífeyrissjóðsumræður eru mjög viðkvæmar en ég hef veltið fyrir mér alveg eins og það er skýrt hvernig lífeyrissjóðirnir megi fjárfesta, með að fjárfesta í erlendu hlutabréfum, skuldabréfum og ég var alveg veltið fyrir mér að með aðkoma á skuldaleiðréttingu heimilanna og gegnum því að við ætlum að fara að byggja upp búsældarlegt líf og eitthvað sem að sér fyrir endan og við getum orðið gömul í, þurfum ekki að vera að berjast í bökkunum, að það verði sett inn ákvæði sem að skildi, það gerist ekkert með valið. Það er ekkert að það verður þetta skildu ákvæði sett inn í lög að þeir skuli fjárfesta. Og tengstu við það þurfa að vera reglur það hvernig þeim íbúðum þá yrði ráðstafað til lífeyrissjóða. Þetta er samt ekkert ólíkt byggingarsamvinnufélags hugmyndinni ef út í það er farið, en það er spurning sem við skildum lífeyrissjóðum til þess að eiga fjárfesta í slíku kerfi. Takk, Eygló Björnsson. Já, takk kærlega fyrir. Varðandi, eins og við varum að tala hér, að það þarf náttúrulega að breyta náttúrulega lögum, en það er náttúrulega líka raun að spurningum framkvæmdaratriði og það var það sem ég var raun að fara í gegnum í minni ræðu, að reynsla annarra landa og bara okkar eigin af því að breyta húsnæðiskerfi segir okkur það er erfitt, það er stórt verkefni og það tekur langan tíma því þetta er svo stórt kerfi. Þannig að ég hins vegar hefur að kalla eftir ítrekað, eftir almennu lögum fasteigna lán
Og þar sem ég í dag núna á kafi í frumvarpi varðandi neytendalánin, þar sem við höfum sett fasteignalán undir, þrátt fyrir að það sé ekki samkvæmt tilskipun, að það svo margt sem að rekur sig þar á, að það vantar ákvæði sem varðar þessa stóru fjárfestingu sem kaup á fasteign sem við þurfum ekki að vera að velta fyrir okkur þegar við erum að fara í Ekko og kaupa okkur hrærivél. Þetta er sitthvor tegund af lánveitingu, en við höfum sett þetta undir sömu lög að einhver leyti til þess að náttúrulega bæta þess að það væri slæmt við værum ekki með neitt lagaramma utan fasteignalánin, en þetta gerir þetta mjög erfitt þegar við erum síðan að reyna að setja þetta inn í sömu löggjöfina. Og það er það sem er náttúrulega grunnurinn að kerfinu í Danmörku. Það eru sérstök lög fasteignalán og þar komið inn að það eru ákvæði varðandi lengd lánstíma, það eru ákvæði varðandi veðhluta, það eru ákvæði það hvernig þú verðmetur fasteign, vegna þess að það skiptir gífurlega miklu máli eins og Sveinbjörg var að tala hér Þannig að til þess að geta ákvæðin á upphæðina á láninu. Og það eru ákvæðin það hver má veita þetta lán, reglum þessar jafnvægisreglu, þessar gullnureglu sem var að tala og eitt af því sem ég sakna hins úr þeirri löggjöf og ég myndi vilja sjá í svona íslensku löggjöf eru ákvæði varðandi hvaða greiðsluleika úrræði eiga lánveitendur að veita þegar lánveitendur lendir í erfiðleikum. Vegna þess að það það er bara staðreynd ákvæði hlutar lendir í erfiðleikum. Það getur bara verið veikindi, atvinnuleysi, við vitum alveg að hver óvissan er í lífinu. Síðan varðandi kynningu á verðtryggðum lánum, en á þar, það er að koma núna breytingartillaga varðandi hvernig þú kynnir verðtryggðum lánin. Þannig að annars vegar með þessi kallast til fræga árlega hlutfallstala kostnaðar sem á að kynna lántökundum þegar þeir taka láni, þannig að þeir geti borið saman mismunandi lánakosti. Þar á að vera þannig að þú ert að fá blað með upplýsingum sem reiknar þetta út og það miða við 12 mánaða ársverðbólgu eftir í tíma. En við ætlum líka að setja ákvæði þannig inn sem tryggir það að lántakar fái greiðsluáætlun sem miðast þá við meðalverðbólgu síðustu 10 ár. Og þetta mun síðan skipta máli þegar kemur á lánshæfis og greiðslumark. Þannig að þetta er ekki einfalt, en við verðum bara að tryggja betri neytendavernd en við höfum búið við hér á Íslandi. Síðan varðandi þessi Guðrún var að tala að Gylfi leiðir með það, ég man ekki, það er ekki rétt muna hjá mér, en ég held að það hafi verið ákvæði lífeyrissjóði að þeir ættu að fjárfesta í húsnæðisbréfum eða já, að hluta því eftir fara. Það var tekið út. Nú er náttúrulega mjög stór hluti af eignasafni lífeyrissjóðana eru skuldabréf á íbúðalánasjóð og þannig að það sem ég vildi benda á að einn skemmtilegasta umræða sem ég hef lent í á blogginu mínum varðaði mitt húsnæðismál og ég held að það hafi verið Gunnar sem kom inn á bloggi hjá mér og það var að tala hvað það sem þyrfti raunar að huga að til þess að reyna að ná niður verði á húsnæði. Það til dæmis eins og bara vörugjöld og byggingavörur, það getur skipt máli. Það að sveitarfélög hafa verið að rukka mjög mikið fyrir lóðir, það skiptir máli. Stöðlun á byggingu, þannig að þú getur byggt margar í einu sem var hugmyndir á bak við milljónaverkefnið í Svíþjóð. Þó ég vil ekki fá svona steinstöldu kumbaldana, en stöðlun í sjálfu sér skiptir máli til þess að ná niður byggingukostnaði og kostnaði húsnæði. Síðan líka þess að ég held að verkalýðshreyfingin, við verðum bara að gera frá kröfu á hana að hún láti húsnæðismál sig varða. Algjörlega. Og einstök verkalýðsfélög, aðildarfélög ASÍ, að þau komi þá með tillögur og líka opinberir starfsmenn. Hvað geta þau gert til þess að tryggja það að þeirra félagsmenn búi við öruggt húsnæði? Takk kærlega fyrir góðan fund. Takk Egló. Það er okkur árið Gylfi Embjörnsson, við tröðum. Takk fyrir. Var þetta beinu spurningar áðan, við erum að tala um það eins og danska kerfinu að svona húsnæðislánastofnanir verði ekki ríkisreknar, það er ekki ríkisábyrgð frá almennum markaði. Sjáu þið að þó við fáum ekki að vita af því í bankanum, þá er alveg á hreinu að tekjuháir einstaklingar fá lægri vexti en tekjulágir einstaklingar.
það er eitt af rökum í Danmörku að það að hafa stofnað þessi félög á sínum tíma sem samvinnufélög. Það er skrítið að það eru útskýra fyrir rannsóknarmanni hvað samvinnufélag er, það á ekki samvinnufélag til þeir sem eru samvinnuhreyfingunni. Það lærðum við nú hérna fyrir í gamla daga að samvinnufélag er fjöldahreyfing. Því að stofnendum samvinnufélag og markmiðið var að láglaunamaðurinn eða litli bóndinn fengi sömu lánakjör og aðallinn eða forstjórinn. Þið þurfum bara út að borða eftir þetta. Já, skilur þið. En það byggir því í Danmörku að vextirnir eru eins hjá öllum óháð tekjustíð. En í bönkunum heitir þetta kjörvextir, og svo fáum við vaxta ákvörðunina með við greiðslumandið og greiðslusögu og greiðslugjöld. Þannig að fólk með hátekju fær lægri vexti í bankunum, þetta er fólk með hátekju. Það er jöfnunin sem ég er að sjá fyrir mér. Jú, það getur vel verið að sé að einhver fái hálft lán til að kaupa 100 milljóna króna einbýlishús á Rafnarnesinu. Og svo þarf einhver verkamaður að kaupa sér íbúð í blokk og þarf ekki nema 20 milljóna króna. En þeir deila þessa potti saman í áfyririnu. Það er skiptir miklu máli að við séum að deila þeirri byrði og byggja á þessu félagslegu reynslu okkar af slíkum kerfum sem við lærðum svo mikið með samvinnufélögum. Við erum að sjá fyrir okkur að félagslega kerfið verður þetta tekjutengt. Það er þá neðri tekjufjórðungurinn sem er í því. Það eru hjón með þá 420–430.000 króna tekjur eða lægra sem eigi þá rétt á því að komast þar inn. Ég gerir hægt að okkur því hér og svo að Norrlandi það verður biðlisti og við þurfum að hafa ykkur aðstöðu barnafjölskylduganga fyrir og svo framvegis. Ég þykir það líklegt. En vissulega þarf að setja þetta lög. Ég tek alveg undir það mikið. Það er mjög mikilvægt að við fáum húsnæðislán. Sér lögum það með hvað hætti húsnæðislán. Þetta er svo stórt. Það er mjög mikilvægt. Og síðan getum við keypt hrærivélar eftir einhverjum almennari lögum. En gleymið því ekki að kaupfélögin í Íslandi voru sett að dagskrá fyrirmynd 1936. Nú varðandi kynningu á verðtryggingunni, jú, það er þetta mjög mikilvægt að kynna þetta. Mér er svolítið dapurlegt að menn fara inn og segja að það sé breytileg verðbólga, en síðan líta menn á vexti til næstu 30 ára bankana sem er fasta gjörning í 40 ár. Það er ekki þannig. Það er jafn flókið varðandi þau lán eins og verðtryggðarlánin í bankunum, eða jafn vitlaust getum við sagt í ráðgjöfinni. Það er mjög mikilvægt að við eflum neytendavernd, að við eflum skilning landsmanna á þessum hugtökum og líka áhættusemi af því að vera með breytileg kjör. Varðandi leigukerfi, lífeyrissjóðirnir hafa verið helsti fjármögnunaraðili húsnæðismála á Íslandi alveg frá upphafi. Það var að tillögu og kröfu verkfræðisefni. Það er ekkert nýtt í því að þeir geta það. Við beittum okkur fyrir því og fengum í gegnum Alþingi hérna 2011 að heimildi þess að fjárfesta í húsnæði, í íbúðarhúsnæði, það vanti ekki áður. Og skuldabrjóðskið er ekki að reka húsnæði. En þegar þeir settust niður að fara að búa það til, svona eins og félagsbústaðir Reykjavíkur, ætlaðu að gera það. Já, leigan var svo há að það gæti ekki leið þetta. Vextir eru svo háir, sagði. Það er bara vandamál, vextir eru svo háir, sko. Ég veit ekki hvað lífeyrissjóðir einnig getið leyst það. En þeir eru að sjálfsögðu viljur til að taka þátt í þessu. Aðeins bara að því er lokið, sko. Ég sagði að því Íbúðalánasjóður var ekki aldrei þá. Ég bara lesi þessar skýrslu sem hafa verið komið út, það er búið að synga við mig, sko. En sjá að þið 2004, ykkar flokkur stóð að því að breyta húsnæðislánakerfinu þá. Það var varað við því að hálfu Alþjóðasambandsins og Seðlabankans og allra hagstofnana en þetta væri ekki skynsamlegt. Allir, alveg svo 89 svo, en menn gerði það bara saman. Og nú er stofnunin í þeim vaxtamönnum að lífeyrissjóðirnir eru að kaupa bréf Íbúðalánasjóðs með 1,5–2% áfyrirkröfu. En Íbúðalánasjóður er að veita lána 4,5. Og hann má ekki borga lánin sín sem hann tók. Og ég veit ekki hvernig lausnin af því að segja að það er að fara í bara veðarsamninga og kröfuhafa, þannig að það er ríkisábyrgð á þessu. Nei, ég sagði að hann var ekki gjaldþrota, en það er ríkisábyrgð á skuldum hans. Og nei, hún er algjörlega ábyrgð. Það stendur í skuldabréfunum, þetta bréf er ábyrgð ríkissjóðs. Þannig að það er bara klokk, það er bein ábyrgð og ég segi bara, í Grikklandi fórum við þá leið að þingja menn til að gefa afslátt á ríkisskuldum. Og það kom fram í hærri vöxtum Ítalíu, Spáns og Portúgals. Það sem þarf að passa sig á í hruni er að ef þið farið að hrófla við það að ríki standa ekki við sína skuldbindingar,
þá borgar ekki bara hærri vexti í kjölfarið. Og er til nóg af þeim skuldum hjá ríkinu sér. Þannig að það er mjög vafasöm aðgerð að fara í það og halda það að lækki kostnað hvorki ríkissjóðs eða almennings. Það þurfum að vera mjög varlega í þetta sér. Takk fyrir eignarveitingar og að koma hér og ljúka fundi fyrir okkur. Hver það er? Svo að heyrðum hér það skiptir máli hvernig menn orða hlutina og þurfum að gæta að sér hvernig menn tala og sérstaklega hvað var það í gólan og sjálf okkar. En ég er alveg samfærið það að við Gylfi munum hins að finna lausn á því eftir kosningar. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir góðan fund hér í Kraganum, hjá Digranesveginum og bara vonast til að sjá okkur sem oftast. Þetta hefur verið til fyrirmyndar hvernig við verðum haldið hér á fundarstjórn og bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna.